Já, það hlaut að koma að því að David Bowie mætti í þjóðmálastofuna. Þeir eru líka mættir hér, Bergþór Ólason og Jens Karl Helgason, þingmenn. Verið velkomnir báðir tveir. Takk fyrir. Og af hverju byrja á þessu lagi, spyrjið þið? Ég leið mér að giska, ætli þetta hafi ekki verið á toppnum á einhverjum vinsaldalista Það er bara 27. rétt hjá þér, Bergþór, 1975. 27. september 1975 var þetta lag í efsta seti Billboard-listans Vestanhafs. Annað sem gerist þann dag var það heimurinn ferði okkur Bergþór Ólason. Já, það verða 50 ár. 50 sammæli. Já. Velkomin bara og til hamingju með það. Takk fyrir það. Til hamingju elskulegur. Hvernig líður að vera orðinn 50? Mér líður ekkert mikið verra en í gær en svona allt mjagast þetta, hjarta og þétt, en ég held ég sé holt og bolt bara góður. Ég var svona með böggum hildar þegar ég var fertugur sko, en þá var með bent kurteislega á það að það er betra að vera fertugur en ekki. Já, það ekki líka bara... ég mun taka þetta með mér inn í morgundaginn þegar ég reikna með að meira og minna öll skilaboð sko, hverfist það hversu aldraður ég er orðinn og ég sé komin á nýjan áratug. Sko að því að Beggi er náttúrulega miklu eldri en ég að þá er ágætt að vitna til jafnaldrans Haralds Noregskonungs sem að var spurður af fréttamanni hvað honum fyndist að vera orðin svona gamall og þá sagði hann, já, hinn möguleikin var verri. Já. Ég er að vinna með þetta núna. Erðu, en sko þjóðmál, við erum þetta gjafmildir hér, þannig að þú fær þetta smá afmælisgjöf frá okkur. Já, það líst mér vel á. Þú fær kampavís sveðju. Já, ég hef nú séð slíka mundaða alloft en aldrei handleikið. Nú getur þú gert það og verið hetjan í öllum partíum. Heyrðu, ég þykk þetta með þökkum og þetta mun koma að góðum nótum. Þarftu að færa þetta í hagsmunaskráningu þingmanna? Ég held að þetta sleppi sko, þetta er svona innan marka myndi ég telja, en ég held að þetta liggi nú svona nokkuð ljóst fyrir með að við sko fjölda áhörenda að þessum þætti, en ég get nefnilega gengist við því að kampavínsdrykkja mín hefur aukist með árunum. Þetta er og ég upplifa að ég hef mistað miklu að byrja ekki fyrr. Þannig að það er gaman að vera að koma með góða sveðju. Já, ég hugsa allir Stefán Einar eigi nú ekki stóran hluta að þessu og Arnar í Sandi og fleiri góði menn. Þetta hefur verið svona samfélagsverkefni. Frelsisins. Já, þetta hefur verið svona samfélagsverkefni hjá Stefáni að sína þessu hlutverki. Já, þeir eru bara kæra þakkir. Þetta er ég mjög þakklátur fyrir þessa höfðinglegu gjöf. Já, bara verður það góðu. Þetta er hægt að kaupa auðvitað á vef þjóðmála, þar sem að við erum með netverslun og svo auðvitað þjóðmálastofuna. Við erum með þessa bolla hér. Minnum á þá alla saman. 4 svona heima hjá mér. Já. Og þurfa fleiri jafnvel. Já, ég er ekki frá því. Já. Þannig að þetta er og það er hægt að skrá sig líka í þjóðmálastofuna. Við erum að hluti að þessu samfélagi með okkur. Ég skráði meðan ég satt hjá þér síðast í maraþonþættinum góða. Ég hleypti þér ekki út fyrr. Nei, ég sá að þetta var eina leiðin. Ég er komin inn. Já, bara velkomnir. Hér er afmælisveisla, matur frá kjötkompaninu, þessar ljúffengu veitingar sem fyrir náttúrulega þangað ég fer eiginlega þangað á alla helgar. Með mér eitthvað gott að grillið. Maður mun ekki grennast í gegnum þessa upptöku frekar alla hina dagana. Það er ekki tilgangurinn sko. Þó að þau séum lífstíðslaðvarp og þið fáum nú harfisk í lókin og svona en þetta er bara góð blanda öllu saman. Talandi góða blöndur. Ég styrmir í kampænsfélaginu, ég sagði að þið var að koma, sagði að þú ættir ammæli, þannig að hann sendi okkur þetta einnar ekru blank kampæn. Þannig að bara glæsilegt. Ég helli svo svona meðan við erum að koma okkur í gang. Að Jens Karl drekk ekki, þannig að við getum... Já, akkurat. Ég er með sódavatninu líka. Það er hvað segir strákar, hvernig er staðan í pólitíkinni? Hún er nú svona dálítið sérstök, þetta var hægt að stað núna í byrjun þessa þings og það er auðvitað ríkisstjórninni dálítið að bíta úr nálinni með það að hafa svelgst svona sjálfur í sér í sumar, það sem ríkisstjórnin felldi á 50 mála sem að svona var með öðrum hætti farið að sjást til lands með, þannig að það fyrir drjúgur hluti af orku þessa haustþings í að koma þeim málum í gegn og það er alveg örugglega ekki samkvæmt plani Kristrúnar ef einhvern plan var til staðar yfir höfuð. Koma þetta góðu málunum í gegn sem að þið stoppuðu í vor? Svo vitna sér á ríkisstjórnum. Þau eru nú mörg þeirra bara mjög slæm og bara eins og núna á miðvikudaginn þá eru við að var meðal annars á þriðjudaginn sig verið að ræða mál varðar svona skyldu til skráningar, leigusamninga og alls konar svona íþyngjandi skrifræði sem að vinstri mennir í núverandi stjórn auðvitað elska en gallin er að vinstri mennir í fyrri ríkisstjórn lögðu þetta fram líka. Þannig að þeir auðvitað í bölvuðum vandræðum. Já, en það er náttúrulega þannig að eins og við fórum náttúrulega... Og ég veit að þetta var ekki áhugamál Sjálfstæðisflokksins. Nei, þetta var ekki það, nei. Þú kannski rétti með tóma glasi og það er náttúrulega þannig eins og í húsaleigumálunum að það er þessi tilhneiging og maður sér náttúrulega suma svona frjálslindari þingmenn í ríkisstjórnarflokkunum þeir engjast þegar þessi málflokki fólksins koma þar sem að
einhvern veginn trúin á að hið allsjáandi augaríkisins segja að leysa allt, boð og bönn, og við vorum nú að ræða hérna... Og hið allsjáandi auga núna sko í höfðinu á Ingu Sæland. Já, starfandi forsætisráðherra. Starfandi forsætisráðherra, já. En... Ekki bara skála fyrir Ingu, skál það ekki. Bara skál fyrir forsætisráðherra vor. Og afmælisbarninu. Og afmælisbarninu þetta. Það róa mann að vita að við erum undir styrkri stjórn Ingu Sæland núna sem starfandi forsætisráðherra. Það ekki víst að ég verið 50. Ég var nú reynda með tengdafjölskyldu minni upp á Arnarvatnsheiði eina nótt veiða þar með veiða þar í vötnunum og þá var Inga Sæland starfandi forsætisráðherra þegar hún var seinast og ég benti nú þessu góða fólki á það að við varum líklega á öruggasta stað á heiminum að vera bara upp á miðhálendi rétti yfir þann tíma sem að Inga væri starfandi forsætisráðherra. En í umræðan nefnilega í dag veðmálafyrirtækin þá verði ég að fá að lesa hér upp að Jón Gnarr kom upp og vildi svona draga þessa skýra línu í sandinn á munin á milli samstarfsflokkana Samfylkingar og Viðreisnar. Hefur líklega ekki talið ástæðu til þess að taka flokk fólksins þar inn sem náttúrulega mjög stjórnlyndu flokkur. Þá segir Jón Gnarr núna bara áðan. Í þessari umræðu finnst mér kristallast munurinn á Samfylkingun og Viðreisn, frjálslyndum demókrötum og sósíaldemókrötum. Mér finnst ég nú hinga komin kannski líka sem fulltrúi frjálshyggjuarmsins innan Viðreisnar. Ég vissi nú ekki að hann væri til. Sko, vinstrimenn hafa þá tilhneigingu að halda að það sé hægt að leysa öll vandamál með því að banna eitthvað. Og þetta er hann að skjóta á náttúrulega þingmenn Samfylkingarna sem komu upp og vildu náttúrulega herða ennþá frekara frelsinu við setja boð og bönn. Þetta var hvað umræðum veðmálafyrirtæki? Já, þetta var umræðum ólöglega veðmálastarfsemi. Ef hún bara löglega, þá er þetta ekkert vandamál. Já. En býtu, var það ekki Viðreisn sem að var að líka Samfylkingu við upphitaðar sænskar kjötbólur? Jú. Ég man ekki alveg samhengið. Þorgerður Katrín, hún sagði í ræðunni, sko, ræðun formans á landsfundi minn, fjölmenna landsfundi Viðreisnar, núna liðna helgi, að Samfylkingin, hún fór í einhvers konar matar samanburð á flokkunum, samstarfsflokkum sínum og líkti sem sagt Samfylkingunni við upphitaðar kjötbollur IKEA. Ég veit ekki hvernig hún fekk það út og flokkur fólksins var rækjusalat. Þannig að þau hafa Kristrún hefur ábygglega verið rosalega ánægð með þetta. En þetta staðan svona hvað innri meinin varðar milli ríkisstjórnarflokkana núna svona miklu fyrr heldur en að þetta blasti við okkur í þessum löngu 7 árum sem við sátum upp með fyrirstjórn. Þar var náttúrulega sko, það eru flesti búin að gleyma því en þegar sko COVID brast á og bjargaði lífi ríkisstjórnarna á þeim tíma þá átt hún svo sem ekkert mikið eftir annað en að sigla í strand. En svo þetta fara menn að hugsa annað en pólitík þarna í nokkur ár og við þekkjum þá sögu en svona maður er farin að finna svona skot og heyra skot flokkan á milli eftir svona stuttan tíma eins og raunin er meir og minna öll mál flokks fólksins dóu á síðasta þingi og ég held að mörg þeirra hafi dáið vegna löngunar Viðreisnar raunverulega til að þau fjallu. En nú þetta sitja menn uppi með þessi sömu mál og þau verða endurflutt og Sælandið staffýrjúk sem aldrei fyrr og sem starfandi forsætisráðherra. Þetta verður skrautlegt held ég þegar líður á veturinn. Já. Ég held reyndar að það eru náttúrulega fullt af málum þarna sem að sérstaklega Viðreisn, Samfylkingin og stjórnlyndari og svona meiri átt við flokk fólksins þegar kemur að mörgum málum snúa að svona hvað fólk telur að ríkið eigi að leysa allt milli himins og jarðar. En mörg þarna mál eins og til dæmis að tengja örorkubætur við launavísitölu, núna þessi húsaleigulög, leigubílalögin og fleira sem að koma og þetta eru mál það sem verið að sko, sem að ég held að Viðreisn og Samfylkingin muni mögulega sko þau láta bara eins og seinast þau fá að mæla fyrir þeim, þetta fer inn í nefndir svo mun þetta einhver staðar stranda þar. Ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni sko. Það er nefnilega líklegt að það eru bara slæm mál. Já, og miklu fleiri. En það er nefnilega líklegt að það kom upp svipu staða og var í þinginu í sumar næsta vor og næsta sumar og ég bara er alltaf viðbúin því að við verðum með þinghaldi í júli Hvaða mál verður það þá sem að það verður aðildarumsóknin að Evrópusambandinu og það verður tekið fyrir strax í mér finnst það líklegast með orð Þorgerðar Katrínar þó að Kristrún Frostadóttir fari undan í flæmingi þá eru þetta algjörlega ótrúlegt
að utanríkisráðherra hafi svarað því til aðspurð að ástæða þess að máli væri ekki á þingmálaskrá var að því að menn vildi ekki láta það taka svona athyglinna af öðrum málum á þingmálaskráni. Þetta held ég að sé alveg fordæmalust og hún var alveg skýr með það að máli kæmi fram, þannig að það verður þá væntanlega með svipuðum hætt á veiðigjaldamáli síðast, það kemur fram svona eins seint og mögulegt væntanlega með afbrigðum eftir framlagningafrestur í liðin og svo verður við að rífast með þetta inn í sumarið og þá ætlum við væntanlega að beita 71. greinin aftur. En er þá minnihlutin alveg, þú veist, er hann í bara, er þetta bara svo í slettaðins no-win aðstæða fyrir ykkur? Ég held að, sko, þetta Evrópusambandsmál, ég held að, sko, Kristrún átti sig á því, þetta er algjört dellumál. Fyrsta lagi, ef við horfum á það er ekki meiri hluti fyrir málinu í þinginu. Og það eru svona 1,5 flokkur. Samfylkingin, veist, þau eru einhvern veginn að draga lappirnar, þau hafa ekki verið að úttala sig Evrópusambandsmálin jafn sterkt og viðreist. Þau myndu samt kjósa með til að halda ríkis. Já, þau myndu gera það. Flokkur fólksins er bara andvígur málinu og síðan ertu með alla stjórnarnastu flokkana sem er líka andvígur málinu. Það er nú fyrir það fyrsta. Það er ekki útilokað að flokkur fólksins sjá í ljósið í þessu máli. Nei, hitt einhvern embættismann og bara allt í einu sáu ljósið. Það má bara mögulega vera að Inga rekist á einhvern embættismann sem að bara lýsir þetta upp fyrir henni. En ef við horfum á, sko, það er einhver ástæð fyrir því að ríkustu þjóðir Evrópu, Liechtenstein, Sviss, Noregur og Ísland, þetta er bara ríkustu þjóðir Evrópu, alveg sama á hvaða mæli hverjum það er hjá OECD, eru ekki í Evrópusambandinu. Evrópusambandið er bara á þeim stað með atvinnuleysi, með Þýskaland er að keyra núna inn í jafnvel áratuga efnahagslægð og krísu. Við erum með Frakkland þar sem að fjármálaráðurann er bara nýbúin að gefa það út að í franska ríki þurfi jafnvel að leita á náðir alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það að fara að borga meira álag á frönsk ríkisskuldabréf heldur en grísk og ástandið og bara svona getum við sko talið atvinnuleysi ungs fólks bara allt saman. Og þá velti maður fyrir sér af hverju erum við að fara í þessa vegferð? Af því að þau borga lægri vexti á húsnæðislánum. Það er sölupunktur. Já, en það er allt bara, það er allt einhver, það er sko, þannig er verið að í rauninni að villa fyrir fólki, segja að þau fái kaupið ódýrari kjúklingabringur eða þau fái lægri vexti eða hvað sem það er, verðbólga muni lækka eða hvað sem er. Vaxtastigi í Evrópu er með mjög mismunandi eftir löndum. Vaxtastigi er bara, það veltur á því hvernig við höldum á ríkisfjármálunum, fyrst og fremst. Og ef þú ert eins og ef þú ert búskussi í ríkisfjármálunum, að þá skiptir ekkert máli hvort að vísareikningurinn kemur í evrum eða dollurum eða íslenskum krónum. Þannig að sko aðhaldi ríkisfjármálum og skynsamleg ríkisfjármál eru náttúrulega það sem að skiptir sköpum hvort sem vart í Evrópusambandinu eða ekki. Og hvað vaxtastigi snýra vaxtastiginu. Þannig að ég held að mikið af samfylgjafólki þau sjá alveg að þetta er ekki tímapunkturinn, við eigum ekki verið að ræða þetta núna, þú ert að fara að kljúfa þjóðina og ég held að þetta verði bara mjög erfitt mál fyrir þau. Já. Þú vísaðir þið vísuð í landsfund Viðreisnar nýran helgi sem var nú ekki í fjölmennur, við sáum að þar var Þorgerður Katrín endurkjörinn. Þarna sjáum við mynd af henni fagna þeim sigri. Það sko að vekur athygli mína, Viðreisnar hefur alltaf gert þetta. Ég minni þessu 10 ár síðan að við vorum að gera grína, en þau gefa aldrei upp fjölda greiddra atkvæða á þessum landsfundum. Það er bara alltaf prósenturhlutfall, 98% sem kuð svona formáli eitthvað svoleiðis. Sem er alltaf með það. En þau hins vegar buðu upp á þennan mann hér sem að hvað heitir hann? Guy í sínu ekki nafnið? Westerhoft. Já. Forseti alþjóðlegu Evrópuhreyfingarinnar fyrir forsætisráðherra Belgíu. Fyrir það sem er að hlusta þá var hérna frétt á Vísi þar sem stendur fyrirsögnin ESB myndi að taka Íslandi opnum örmum. Sko, þetta er bara mál nummer 1 og 3. Já, auðvitað því við verðum netto greiðendurinn í sambandið. Þeir vilja fá rík lönd sem að munu greiða meira en í sambandið heldur en að fá tilbaka. Því þarna eru lönd sem þurfa mikla peninga eins og Austur-Evrópa og Frakkland mögulega. Þannig að við munum þurfa að greiða meira. Eru Íslendingar tilbúnir að greiða inn í Evrópusambandið 20 milljarða ári? Nei, ég bara velti því fyrir mér. Þú gera þessa spurninga verða borðnar upp. Það er nú fallega gert hjá Viðreist svona hafandi Jón Gnarr í þingflokknum hjá sér, þá hafa þau svo sem borð fyrir báru en að flytja sérstaklega inn mann sem hefur unni atkvæðagreiðslum leiðilegasta mann Evrópu er þetta sérstaklega Já, það er sko, það er sagt Viðreist, alltaf hressin aldrei fyndin. Já. Það er
Sko, en áfram á pólitíkinni, það var ný könnun í vikunni sem að könnun maskinu. Það sem við sjáum, sko ég er enda að teka maskinu könnum alltaf með smá fyrirvara, sko, að taka það fram. En þar er mælt fylgi, þar er fylgi flokkana mælt. Þar sjáum við að Samfylkingin er bara stendur í stað, Sjálfstæðisflokkurinn stendur í stað, Viðreisn er að lækka, Miðflokkurinn er að lækka, Framsókn eins og það er, Flokkur fólksins lækkar verulega, en Píratar er að meðalast á þingi. Hvernig ykkar viðbrögð þessari könnunstrákar? Hvað er það, 9,6 og 9,1 hjá okkur? Já, það er nú svona innan skekkjumarka. Já. En það sem er auðvitað athyglisverðast þarna er svona svo veika staða sem Flokkur fólksins er strax komin í, en síðan líka þykir mér athyglisvert að sjá að sko Viðreisn er að leka töluvert, en þetta er að fara yfir til Samfylkingarinnar. Þannig að Kristrún er að uppskera fyrir svona þessar tímabundnu að ég held vinsældi ríkisstjórnarinnar á kostnað samstarfsflokkana og það mun held ég fara svona súrna svo stemming eins og við erum bara að heyra og nefndum áðan bara með svona skotum flokkan á mill og þar fram til götunum, en varðandi það að píratar séu í svona að finna einhverja viðspyrnu, þetta er nú búið að vera svona í kringum 4% hjá þeim í mælingum svona all oft síðan flokkurinn datt út af þingi, þannig að það kemur ekki óvart að svona, þetta væri svona tímabundið spike eða tímabundin vöxtur í fylgi, en þetta gæti að hluta til auðvitað skýrst af því að nú fara sveitarstjórnarmálin að verða meira í umræðinni og þar eru þetta fulltrúarnir sem Píratar eiga ennþá á sviðinu eru í sveitarstjórnunum og Reykjavíkurborg eins svona rauð og hún hefur verið undanfærin kjörtímabil, þá þarf einhverjum að koma óvart að einhverjir horfi til Pírata þar á meðan Samfylkingin er í þessari eyðimerkurgöngu sinni sem hún núna virðist verið í, því að við sjáum að það bara launaðir aðstofamenn haldast ekki einu sinni við störf í ráðhúsinu. Þannig að það er nú ekki borgarstjóra fjórða aðstofamanninn. Já, það er eitthvað svoleiðis, þannig að það kemur í sjálfu sér ekkert á óvart að einhver viðbót verði hjá Píratum í könnunum og það sé vegna þess að þá sé þetta svona vinstra fylgi að flæða þar á milli og ég segi svo hugur að Samfylkingin sé að missa eitthvað í borginni núna. Mér langast til að koma aðeins aftur að því sem ég nefndi á það, kannski samhengi við þetta, sko varandi leiðheld orðanóta en málþófið í vor og stöðuna sem var þá í umræðan veiðigjöldin. Það sem að sko, ég notaði þetta hugtaki sko no-win aðstæða fyrir stjórnarstjóri flokkana, þá aðalega kannski fyrir Sjálfstæðisflokk og Miðflokkin. Þú veist, eru þið í þeirri stöðu bara einhvern veginn, þú veist, að þó að þessu fjölmennar þingja að þá bara hafið engi vopn, þú veist, fylgi er ekki aukast, hvernig staðan? Hvernig líður ykkur? Já, sko, við áttuðum okkur alveg á því að fara inn í að því að þau kölluðu hérna, hvað Þorgerður kom með kjarnorku ákvæðið, hún breytið í lýðræðis ákvæði. Þannig að við getum þó sagt að málþósi bara lýðræðisveisla. Þessi nýyrðasmíði er náttúrulega orðin alveg sko skattahækkanir, leiðrétting. Já, og það er tiltekt sem er í rauninni bara skattahækkanir og rauninni ekki verið að gera neitt og bara auka útgjöldin, verkstjórn og en fólk mun sjá í gegnum þetta og held ég farið að sjá í gegnum þetta. En við áttum okkur alveg á því að fylgið gæti lækkað þegar við fórum í umræður veiðigjöld. Og ég held að það, sko, ég nú bara tala fyrir Sjálfstæðisflokkin að í okkar huga, þegar þú leggur fram einhverju ofur skattlagningu, það skiptir ekki máli hvað grein það er. Þetta hefði alveg geta verið ferðaþjónustan, þetta hefði alveg geta verið iðnaður eða hvað sem er að ferðaþjónustan er nú líklega næst. Já, ferðaþjónustan er næst, ég meina, og þegar þú leggur á ofur skattlagningu, þar sem að eins og ég bara nefndi og kom með bara dæmið frá Deloitte & Touche sem að lítið meðalstort útgerðarfyrirtæki á Patreksfirði, Oddi. Þar sem að þeir sjá bara, og samkvæmt bara greiningum Deloitte með þessa, og með öllum afsláttunum og allt þetta, að 75-80% af rekstrarafkomu félagsins er að fara í opinber gjöld. Og þá hljóta borgaralegir flokkar að spyrna við fótum Sjálfstæðisflokkun og segja bara, herðu, nei, þetta gengur ekki. Áráðustríðið var náttúrulega mikið, þau eittu meiri tíma í rauninni ekki efnislega umræðu, heldur ræddu þau frekar að hvernig bara svona umbúðurnar og þetta var svona voru frasar. Það var bara keyrt á sömu frösunum og við held ég bara báðir flokkar höfum átt á okkur því að þetta því líklega ekki minnstkosti strax til fylgisaukningar. En ég held að það sé bara mikilvægt eins og fyrir Sjálfstæðisflokkin að þegar það koma prinsippmál að við stöndum þá bara á þeim prinsippum og tölum fyrir
frelsinu, skattalækkunum og þeim prinsipum sem flokkurinn stendur fyrir og ég trúi því á einhverjum tímapunkti þá bæði þegar að í rauninni kemur bara mun skýrast alltaf betur og betur hvað í rauninni þetta verklítil ríkisstjórn, hvað málin eru slæm, hvaða málin eru vond og hvað þau munu hafa áhrif á bara fjölskyldurnar í landinu og fleira. Fjölskyldunar í landinu eru núna heldur betur að taka á sig högg bara með kílómetragjaldinu. Ég held að fáir hér á höfuðborgarsvæðinu átt að segja því að það eru útkvarfareikingunni sem að fara að borga mest. Það er síðan atvinnulífið út á landi sem að fara að borga mest í kílómetragjaldinu, samsköttun hjóna og megi ekki nota séreignarsparnaðinn. Allt þetta mun koma í ljós. Svo eru vextinir ekki að fara að lækka og verðbólgan og annað. Ég held að þá muni fólk átta sig betur og betur á því, þá muni að leggja meira við hlustir hvað stjórnarandstaðan að segja. Já, ástæðan fyrir að spyrja svo bara, getur þessi stað að koma upp aftur? Eins og var hérna vor? Já. Það sem að þið eru að taka slægi en njótið ekki árangus í könnunum? Já, eigum við að segja bara, herðu, það tekur sig ekki að vera að ræða hér Evrópusambandið, þau munum hvort sem við bara nota okkur 71. greinina og segja við séum bara í málþófi. Er það sem að kjósendur þessara flokka vilja? Eða bara almennt fólk? Ég held ekki. Ég held að sé nú aðalega þannig að þessar svona tímabundnu sveiflur skipta ósköp litlu máli. Það eru svona langtíma þróun í þessum könnum sem kannski hefur meira forspárgildi og þeir sem eru í stjórnmálum, þeir verða að hafa það í sér að taka slag þegar þeim þykir rétt að taka slaginn. Ekki út frá því hvað þeir halda að komi upp úr næstu Gallup-könnun eða maskinukönnun vegna þeirra umræðu. Þannig að ég hef nú litið þannig á í raun alla tíð að það skipti ósköp litlu máli þó að farið sé í einhverja harða umræðum einhvern mál, ef að það er réttur slagur að taka, þó að það kosti einhver prósentstig tímabundið, menn fá það borga tilbaka síðar. Já, það er bara, þið nefndu vextina, það er náttúrulega ég fór að Kringlukonni í vikunni og þar voru að menna að tala um það að það náttúrulega átt að koma verðbólgutölur sem kom í dag. Verðbólgan er að hækka lítilega milli mánaða, en það er kannski aðalega sem menn voru að ræða þar var að það náttúrulega er vaxta ákvörðun í þar næstu viku og það eru nánast engar líkur á vaxta lækkun. Það er allavega mjög hóflegar, svo það sé nú bara sagt eins og ég sá að í þjóðarspá Íslandsbanka sem kom út í vikunni og þá er náttúrulega gert ráð fyrir því að kannski hefist vaxtalækkunarferli aftur á 9 ári, þetta veldur á því bara hvernig staðan verður. En það eru svona þættir í hagkerfinu sem að eru svona valda óvissu, skulum við segja. Þú veist, verðbólgan er þrálát, háir vextir halda aftur í fjárfestingum, sterk króna er áskorun fyrir útflutningsfyrirtækin. Á móti kemur að fyrirtæki og heimili standa sterkt. Þú veist, ástæðan fyrir ég að rifja þetta allt upp hér er að þetta hefur allt áhrif á pólitíkina. Já, og sko það sem er skylda okkar í pólitíkinu núna er bara sína aðhald, mjög aggressíft aðhald í ríkisfjármálunum. Við sjáum þessi fjárlög sem nú leggja fyrir, það sem að útgjaldavöxturinn á milli ára rúmlega tvöfaldast. Fer úr 61 milljarði í 126 og sko samanburðinu við 61 milljarðin er sko fjárlög sem eru samþykkt í miðri kosningabaráttu, það sem freistnivandinn er nú býsna mikill. Þannig að þetta undirstrikar að aðhaldið er mjög hóflegt hjá þeim og þegar þau sjálf tala fjárlögin sem hlutlaus, þá eru þau miklu minna heldur en Seðlabankinn er að kalla eftir í sínum slag. Ég held að þegar við horfum á, og þetta því miður, þá byrjaði þessi taktur á vinstristjórninni hérna fyrri, þar sem að útgjaldavöxturinn var gríðarlega mikill og samfelldur og einhvern veginn COVID-útgjöldin mynduðu golf hreinlega sem að menn síðan byggðu áfram ofan á frekari ríkisútgjöld og síðan mætir þessi vinstristjórn nýja og bætir enn í. Vinstristjórn nýja? Já, þetta er Jens verður að fyrirgefa með þetta, en hann veit þetta er rétt. Og ég held að vera að tala um Jóhannustjórnina. Já, ég ætla nú ekki að segja engin veit hvað áttu fyrir mistefur. Þú ert að verða eins og núverandi ríkisstjórn, þið er bara ekki að komast yfir það hverjir voru stjórnaður. Jú, ég er bara Ég vil ekki að fara að horfa fram á við. Við erum enn að býta úr nálinu með það, en ég er mest að ágæði að Sjálfstæðisflokkurinn komist ekki yfir það. Ég hef engar ágjör af miðflokknum í því saman. Ég pæli ekki í því. En sko, ég bara horfa fram á við. En sko, ef við horfum á svona skilabúðin sem ríkisstjórnin er að senda í þessum annars vegar fjárlögunum og hins vegar bandorminum sem er tekjuhlið fjárlagana, þá eru það bara skattahækkanir, gjaldahækkanir,
það svona einhvers slags sjálfstýring í gangi og ríkisstjórnin eða forsvarsmenninni tveir, Þorgerður Katrín og Kristrún, Inga var nú ekki á þessum buxunum, sem báðar sögðu svona efnislega, bara það verið ekki lagðir nýjir skattar og gjöld á heimili og fyrirtæki. Þetta allt auðvitað þverbrotið og svo fara menn í þessa tæknilegu útfærslu sem þau kalla með einhverju nýjir að smíða aðhald á tekjuhlið og leiðréttingar og loka glöfum og tiltekt og allt þetta rugl. Það er bara verið að hækka skatta linnulaust og útgjöldin eru stjórnlaus. Það er bara takturinn sem viðhafður og þetta auðvitað það sem verður verkefni okkar í stjórnarandstöðinni að benda á og reyna að vinda ofan af og ég reikna við í miðflokknum erum allavega farin að stað með undirbúninga því og ég reikna með að bara stjórnarandstaðan gerir þetta sameiginlega það þar að kemur en í öllu fall eru við byrjuð að undirbúa þetta að leggja fram breytingatillögur sem ramma inn hallalaus fjárlög. Það er bara það sem við þurfum að gera og stjórnmálamenn sem ekki til í slíkt verkefni þegar vextur og verðbólga að þróast eins og þau eru núna að gera, þeir eiga að finna sér eitthvað annað verkefni, fara að vinna fyrir einhver félagasamtök þar sem allir að róa í sömu átt. En við verðum bara að leyfa okkur að takast á meðan skilaboð ríkisstjórnarinnar eru jafn svona ómarkviss og í rauninni öfug við það sem þyrfti að vera eins og núna er. Það eru síðan annar mál sem að snýr nú ekki beint að ykkur en ég verður nú samt að koma aðeins inn á. Ég sé að það búið að auglýsa eftir embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum. Það embætti laust til umsóknar. Ég var nú svona að spá í því hvort þetta biðja vinnu mína á Epibættum að henda upp stöðlu upp það. Hversu líklegt það væri að Kolbrún Benediktsdóttir, saksóknari, fengi þetta embætti sem náttúrulega náin vinkona Þorbergar Sigríðar, dómsmálaráðherra. Það eru það saman hjá Eurojust, þar sem Kolbrún er starfandi núna, hún í leyfi frá ríkissaksóknara og starfandi úti, en ég tel svona líkur á því að þetta verða annað hvort hún eða Nanna Margrét sem núna starfandi lögreglustjóri á Suðurnesjum. Þannig að ég held að taka með þingmann. Ég vil í öllu fall ekki að Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir hún var reynda góð í starfið. Hún var góð í þessu en við megum ekki missa hana. En ég held að Epibætt ætti að stilla upp stuðlum þar sem að Kolbrún Benediktsdóttir er þarna og Kolbrún Bergþórsdóttir og Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Ég var þetta til að sjá Kolbrún Bergþórsdóttir hana, það var svakalegt sko. Og Kolbrún Halldórsdóttir jafnvel, hún en stuðlinn á Kolbrún Benediktsdóttir væntanlega lágur. Já, ég hugsa það. Þeir eru ekki að vinna með svona 1.05. Já, kannski eitthvað svoleiðis, mér sýnist það. Ég ætla aðeins að því við möttum að ræða þetta með pólitík og viðskipti og alls konar, en það eru fleiri þættir sem að skipta máli í lífinu. Það eru ég verð nú að stoppa það, ég verð ekki 50 nema einu sinni. Já, herði, fyrir ekki, með tómt glas ef ég fæ einhverjum það ráðið. Þú þurftu ekki eins að segja hvað erindi var. Þið sjá kannski að hella þetta meðan ég fyrir yfir. Inn á VF Alþingis, að það er náttúrulega það sem kallast æviágrip. Og þar hefur Jens Garðar, sem situr hér mér á hægri hönd, farið yfir, listaði upp mörg af sínum helstu afrökum, bæði í starfi og félagsstarfi. Ef ég þekki Jens Garðar rétt, þá hefur farið nærri að internetið hefur fylst. Ég reynir nú svona bara, þetta er svona svo í sletti best of, sko. Já, þannig að þú hefur í bæjarstöð Fjarðabyggðar, þú eru formað bæjarás, þú eru formað sóttanefndar Eskifjarðarkirkju, þú varst formað samtökar fyrirtæki sjávarútvegum tíma, þú satt í stjórn SA, í stjórn Íslandsstofu, stjórn Sinfóníuhljómsveitar og svona ýmislegt. Það sem vantar hins vegar á listan er það að því ég var góða vinir sem að sendu mér þetta, frétt að þú var að koma. Já, ég þykist nú vita hvaða vinir það er. Og það er svona, það er ýmislegt sko. Getum alveg grafið það uppi. Það er meðal annars að þú listar ekki upp það að þú hafa verið stjórn SÚS í 10 ár. Nei. En það er sastum ásand Bergþór. Já, herðu, ég skal þetta er rétt. Já. Og ég líklega 10 ár og var sko í varastjórn í 2 ár, þannig ég var 12 ár. Þannig að hérna frá 93 til 2005 það var náttúrulega sem hætti þar nauður 42 ára sem fulltrúi þá Austurlands, þá var það gamla Austurland. Já. Þá mætti ég hvert einasta skipti og talaði fyrir barðist fyrir jarðgöngum, kallaður kommunisti af vinum mínum. Já. Fyrir að berjast fyrir jarðgöngum á hinum súsurunum. Já, að því við erum með kampæn þá mann ég eftir því að ég kom á stjórnarfund SÚS-einsunni og með kampæn og það náttúrulega voru allir til í að drekka kampæn og svo spyr
mig einhver, ég man nú ekki hver það var, spurði mig, Jenny, af hverju erum við að drekka kampavín? Ég sagði, já, ég glemdi að segja ykkur það, við erum að fagna því að það var fyrsta sprengingin af Fáskrúðsfjarðargöngunum var í gær. Þannig að hérna var nú aðeins að stríða vinnum mínum. En hérna, já, ég þarf að gera breytingu, ég þarf að laga þetta. Á þessum sama fundi, Manja var sagt, hér komið maður með kampavín sem tapaði öllum oristónum en vann stríðið. Já, það var þú sem sagðir það. Það er meira að þú varst líka í stjórn Dalhúsins á Eskifirði. Dalshús, já. Ég á Dalshúsið, þetta er gamalt sjóhús frá 1880 og ég hef verið mikill... Það bil þegar hann byrjaði stjórn. Já, þetta er svona, ég man bara eftir þegar var verið að byggja þetta hús á sínum tíma á Eskifirði og fylgdist með byggingu þessa hús og fannst svo dapurlegt eftir því sem að liðu þarna 100 og eitthvað ára hvernig ástandi húsinu var og ég mikill talsmaður og hvatamaður að því að gömul hús séu gerð upp og þar eru ég og Sigmundur Davíð miklir sem sagt áhuga menn þetta. Við fjölskyldan erum eitt í Stykkishólmi. Já, og ég hugsaði með mér, herðu, Jenny, sko, þú getur ekki verið eins og presturinn að vísa veginn en fara hann ekki sjálfur, þannig að ég ákvað að taka bara eitt hús að mér og það er Dalshúsið sem er byggt 1880 af norskum útgerðarmanni Jóhanni Dahl og gerði þetta hús upp og það hefur verið með listasýningar þarna. Það hefur verið fermingaverslur, þetta hefur verið notað í ýmislegt. Já, þú hefur líka þú varst í stjórn Sjómandagsráðs frá 2004-12, þú varst í stjórn Sjómennasafns Austurlandsfyrirgjöðu, þú varst í stjórn Kaldakósis Glað frá 2008-16. Já, málið er að ég er ennþá í Karlakórnu Glað, þetta verður 90 ára á næsta ári þessi kór og við syngjum í... Búin að vera hann fyrir upphæði? Já, ég mann þegar við stofnum hennar kór, það var ég þótti nú tiltölu of gamalt sem að fara í hann, en þetta er svona kór, þetta er samfélagsverkefni, við mætum þarna, við erum svona 20 kallar og við syngjum í jarðarförum. Okay. Það er það sem við gerum, reyndar syngjum svona stundum á einhverjum skemmtum, en okkar aðalmál er að það hefur verið hefð fyrir því á Eskifirði og bara á Eskifirði að við erum með kirkjukór og frábæran kirkjukór, en það hefur alltaf verið hefð fyrir því að í jarðarförum á Eskifirði er Karlakórinn glaður, þannig að og þetta er bara samfélagsverkefni, við fáum einhverja greiðslu fyrir þetta, höldum eitt kótilettu kvöld og gefum svo restina í góðgerðarmál. Já. En Þú eru duglegur í félagsstörfum og... Já, það er bara hluti af því að búa í svona samfélagi, það er að taka þátt, eins og sjómannadagurinn var svona alveg að renna út í sandinn og á sínum tíma þegar ég flutti aftur heim 2004, þannig að ég og hjónin og Mjóveri, vinir mínir, Sævar og Berglind, við tókum að okkur að rífa upp sjómannadaginn og hann er núna 4 daga hátíð og ég kom honum yfir til góðs fólks á sínum tíma. En ég hef reyndar hef haft það hlutverk núna í 21 ára. Ég hef alltaf haldið það á sunnudögum, á sunnudeginum og sjómannadeginum að þá sé ég að heyra sjómenn. Þannig að ég sé það ennþá. Og mun gera áfram. Og mun gera áfram. Það er rosalega gaman að hitta gamla sjómenn og það sem þeir fara að því að maður svona lesa upp svolítið ferilinn og svona að þetta er alveg magnaðir menn og hvað er stutt síðan bara hvernig aðstæður voru allt aðrar og bara ég held að við séum búin að gleyma því að það var tekið saman hann Lúðvíksson bara því miður stólið úr mér þrautagóður á raunastund að við mistum hátt í 5.000 sjómenn sem drukknuðu við Íslandsstrendur á 20. öldinni frá 1900 til ásins 2000. Það er ekki lengra síðan, auðvitað mest á fyrirhluta aldarinnar, en þetta eru ótrúlega. Það er rosalega fjöldi þegar maður setur það svona í þetta stutta samhengi. Ótrúlega fjöldi og ef þú sko... Þó að þessi hér öll, þá er það bara... Mér minnir að eitt árið, það var nú kannski fyrir 1900 að sko ef það hefði verið uppreiknað dagsins í dag, þá var svona svipað við hefðum mist 1700 manns á sjó. Ef mannfjöldin er uppreiknaður. Þetta og bara sjómannadagurinn þá minnust við þessara manna og þökkum fyrir velunni störf. Þú hefur nú gert upp hús í Stykkishólmi. Já, við fjölskyldan tókum eitt gamalt sem var byggt 1894 og það er, held ég, óhætt að segja, bara bæjarprýði og yndislegt að vera í því og ég er þar mikið. Já. En það er sérstaklega gaman og það er reynda svo skemmtilegt með Stykkishólma. Bara gamli bærin þar hefur verið gerður meir og minn allur upp af miklu myndarskap. Þannig að bæjarmyndin er alveg einstök og
það auðvitað bara ítir undir svona drift í samfélaginu og dregur ferðamennað og við sjáum bara veitingahúsaflóran þar er hreinlega ótrúlega miðað við fjölda íbúa. Þannig að þetta gaman að þessu. Að því að sko Stykkishólmur var kannski svolítið svona frumkvöðl í þegar þessi það var þessi tilhneiging að rífa þessi gömul hús. Ég manni það var einhver gamall sem sagði mér sem að var að gera upp hús á Eskifirði, hann sagði mér að í Neskustad hjá kommunum þar þegar þeir rifu gömul hús og einhver fór að mótmæla því þá sagði það verður bara eitthvað annað hús elsta húsið í bænum en er það ekki rétt hjá mig Beggi að þetta er svolítið Rakel Olsen og Sturla Böðvarsson sem eru svolítið svona leiða þetta áfram. Rakel byrjar að gera upp húsin hérna á sínum tíma 1970 eitthvað. Jú, ég held að bara öllum öðrum ólóstuðum þá eru þau gríðarlega mikilvæg í þessari þróun og Rakel auðvitað alltaf alveg óþjóðan að sjá hvernig fjármagnin fer úr sjávarútvegi í ótenda greinar eins og að gera upp gömul hús í Stykkishólmi. En hún hefur unnið alveg ótrúlegt starf í hvað endurbyggingu gamalla húsavarðar í Hólminu. Já, mikið hróskilur og það er auðvitað svona einhver þarf að íta svona þróun af stað og það gerist ekki að sjálfum sér en þá verður líka þegar svona veltekst til þá verður hvatinn svo mikill að þegar einhver eignast hús sem er svona að fótum fram komið þá vill eigandinn gera þetta þannig að sómi sé að og það hefur tekist frábærlega. Ég sé bara núna eins og heima það hefur verið að gera upp gömul sjóhús, það hefur verið að koma nýjar bryggjur og það er einhver vakning. Fólk sér hvað þetta er í rauninni skemmtilegt og sjarmerandi og frábær hús að búa í þar sem að það eru 2 hús sem að eru bara íbúðarhús, bryggjuhús. Já. Og við sjáum náttúrulega gífurlega uppbyggingu á Selfossi líka. Það er æðislegt. Hvar þjóðmál ætlaði að vera með bjórkvöld 17. október næstkomandi á sviðinu. Já. Þannig að við erum að spá jafnvel að taka ekki upp. Þannig að fólk verður bara að mæta. Það hefur ekki að stefna á að fá okkur bíltúr. Og þá kannski loksins fáum við að segja það sem okkur virkilega býr í brjósti. Jenni var að bjóðast til að keyra þannig að við mætum. Já, keyra bjórkvöld, já, við verðum eitthvað að skoða þetta. Já, hvetjum allir til að kíkja þangað. Ég var að fara aðeins yfir nokkrar fréttir í vikunni. Það er við skulum taka með okkur skoðana með að fara frumherja. Annaðhvort veitum við þessu skoðun eða endurskoðun. Ef að byrja á þessari frétt, við erum aðeins búin að koma inn á þetta, þar sem að Inga Sæland, hún lýsti því í vikunni að hún hefði séð ljósið í bókun 35, þegar það voru á móti þessu. Ég sá að Eyjólfur var hún líka tjá sig um þetta, var ekki bara í dag eða í gær. Jó, það var í óundirbúnum fyrirspurnum í dag. Það er hún svarar fyrirspurn frá Snorra Másinni, þingmanni Miðflokksins. Ástæðan fyrir að ágæta rifið upp er svo að Flokkur fólks allan lísti því yfir að þeir væri mikið á móti bókun 35. Já, þau létu þannig. En eru búin að sjá ljósið og hún segir einhver embættismenn hafi snúið sér þarna. Við hittum bara einhvern embættismann, bara svona. Já, bara hitta hóttunum að tala. En svo fór hún að tala þetta snerist í rauninu neytendavernd og fór að segja það að bankarnir væri búin að taka frá fjármagn af því að þau væri mögulega út af þessum lánamálum sem eru núna fyrir dómstólum sem tengist þó bara ekkert bókun 35 sko. Það er bara víða Evrópu er allt í köku. Ef það er einhver sem heldur að neytendamál sé eitthvað betri farvegi þar heldur en hér heima, þá held ég að það sé mikill misskilningur. Það er auðvitað að finna einhver afmarkaða kima eða svona, afmörkuð mál, en svona heilt yfir, þá held ég að það sé ekki björgunarhringur sem haldverður í fyrir Ingu Sæland hvert neytendamálum. Og ég held að við sjáum núna til dæmis skýrt fjárfestingarnar sem eru að sér stað hjá bandarískum tæknifyrirtækjum, tæknirisarnir. Hvar eru þeir að fjárfesta í Evrópu? Þeir eru að fjárfesta í Bretlandi. Að því að reglugerðir í Evrópusambandinu eru með þeim hætti að það er ekki hægt að byggja upp þessi stóru gervigreindar veru og tæknifyrirtækin að setja upp, þannig að þeir eru að fjárfesta fyrir $milljarða núna í Bretlandi og ég las það einhvers staðar að til dæmis nýju heyrnasettin frá nýju tapparnir frá Apple AirPods að þeir eru með þeim fítus að hann getur þýtt ef þú setur bara við hliðin á þýskum manni þá þýðir hann fyrir þig jafnóðum en þessi fítus verður ekki í heyrnatólunum sem eru seldi í Evrópusambandinu út af reglugerðum og það er til dæmis eins og bara Apple símarnir í dag og fleiri símar að þeir eru ekki með gervigreindar eiginleikum í Evrópusambandinu af því að út af reglugerðum Evrópusambandsins þannig að þess vegna eru fjárfestingarnar eiga sér stað í Bretlandi og Bretarnir munu þá uppskera sem því nemur.
fjölgun starfa og svona. Og þess vegna eigum við þetta Samsung síma líka. Að sjálfsögðu. Já. Erst þú ekki þar líka, Beggi minn? Ég var þar lengstum, ég að prófa iPhone núna. Hann er svona kaupfélagsíma. Ég enda væntanlega aftur hjá Samsung. Já. Blackberry voru náttúrulega, það voru, ég man eftir Blackberry, það var alveg, það voru skemmtilegi símar. Heyrðu, en ég verða að nefna eitt af því að ég veit ekki hvort þessi mynd kemur upp á skjáin hjá áhörendum, en þeir á Vísi virða sérhafa sig að ná myndum það sem sko þingmenn eru svona með einhverja svona sérstaka andlits andlitsdrætti þetta er ekki svona eðlilegur svipur á Snorramásinni, leifum mér að fullir það og en Inga er nú svona aðeins off þarna miðað við það sem gengur og gerir. Það? Ég hef séð einhverja mynd af mér þar sem ég þekkti ekki sjálfa mig og þetta er svona, ég veit ekki, kannski er þetta húmor en svona, þetta er ég veit ekki. Einhvers konar klikkbeitur Já, gæti verið. Kannski er þetta húmor, það er kannski málið. Já. Skoðum aðra frétt. Þorgerður Katrín var stödd á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær og flutti það ræðu meðan hans málefni Palestínu. Hélt það ræðu gráti nær, eins og segir í fyrirsögn Vísi, og ég horfði nú að hluta þessari ræðu á Instagram. Sko, það er ég er ekki búin að sjá hana, var hún grátandi í ræðustóli? Já, hún var klökk. Veist, og sko, ég ætla ekki að gera lítið úr því að ég held að allir finni til með börnum í Palestínu. Það er ekki málið. En að setja upp eitthvað svona leikþátt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og posta þessu á Instagram korteri setna, ég er ekki alveg að kaupa það. Ég sé fyrir mér samtalið við Ingi Leif aðstoðarmanninn, þeir eru búin að skrifa ræðu, fara yfir allt saman, Ingi Leif nýbúin að taka selfie á sér einhvers staðar í þingi Sameinuðu þjóðanna og allir voða glaðir. Svo kemur þessi ræða og bara setjum þetta á Instagram. Ég ætla að endurskoðun á þetta. Já. Ég held að ef að tilfinningauppnámið er eins og þarna birtist á myndskeiðinu, þá sé það nú ekki komið á samfélagsmiðla nokkrum mínútum seinna. Ég held að það sé nú bara blasi við. En það er líka þannig að það líður öllum illa með þá stöðu sem að uppi er fyrir botni Miðjarðarhafs núna. Já, líka bara í Súdan og víðar. Það er náttúrulega skelfilegt og mér finnst til dæmis bara það að enn sé þessi fjöldi gísla í haldi Hamas samtakana. Mér finnst sú staðarind rætt ótrúlega lítið í þessu samhengi öllu, svo að það sé nú bara sagt. En það eru þetta þannig að svona Viðreisn hefur lagt mjög mikið upp úr Péri svona og síðan ég bara til Já, þú sko að Instagram þá eru vextir að lækka á ríkisfjármálum í góðum málum og hallalaus ríkisfjármál. Já, það er eins og að sé einhver svona hliðaveruleiki þarna og ég man bara eftir til dæmis í kosningabaráttunni þegar sko Þorgerður Katrín hvæsir á, mér minnir að það hafi verið Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð sem voru á móti henni því setti. Bara af hverju treystið þið ekki konum í tengslum við fóstureyðingamálið. Sko, það mál snýrist ekki það hvort þetta að leyfa fóstureyðingar eða ekki. Ég held að það sé mjög fáir, ef nokkur allavega enginn sem ég er í sambandi við sko, sem að vill banna þær. Þetta snýrist það hvort að sko, það þyrfti sérstakt leyfi við sko, ég man ekki hvort það voru 18 eða 24 vikur, 18 eða 22 vikur. Það var nú allur slagurinn sko. Þannig að það er svona verið að reyna og er ég ekki að tengja það við ræðu Þorgerðar á allsherjarþinginu, en sko Þú ert að benda á yfirborðsmennskuna. Já, það er svona yfirborðsmennskan er svo svona gegnsýrð þarna að þessu marki. Þetta er náttúrulega mennska. Þarna eru þetta yfirborðsmennska. Já, en þarna er eins og til dæmis í þessum kosningaþætti þar sem að sko Þorgerður reynir að setja Bjarna og Sigmund út á laginu með þessu, þá veit hún alveg hver efnisatriði málsins eru. En er það kannski bara pólitíkin í dag? Ég meina hún vinnur þetta píarstríð. Já, ég sko, mér finnst svolítið pólitíkin í dag og svona hvernig ríkisstjórnarflokkarnir er að keyra á einmitt eins og bara hefur komið fram. Þetta snýst að nota ákveðin orð, þú veist, það eru leiðréttingar, það eru tiltæk, verkstjórn og þú veist, og þetta er bara sagt nógu oft og fólk heldur bara að þá bara muni massi fólks trúa þessu, já, þau eru bara tiltækt og svona, þau eru verkstjórn og þó að gerist ekki neitt og þetta séu allt einhver dellumál. Og muni bara auka á kostnað og auka álegur á fólk og fjölskyldunar landinu og fyrirtækinu landinu. En það er nú
það nú til sko tilvitnun sem hún eignuð Abraham Lincoln sem að mér finnst alltaf eiga ágætlega við sko að hérna og má ég segja hann á ensku. Já. Það má sletta og tala ensku í þjóðmálum, má bara ekki blóta. Já, akkurat. Þá hérna sko you can fool all of the people some of the time and some of the people all of the time but you cannot fool all of the people all of the time. Og ég held að það náttúrulega svolítið þegar þú ert í umbúðastjórnmálum, þegar ímyndin orðið meira mál heldur en rauninni efnislega atriði, þegar afleiðingarnar skipta ekki máli heldur hvernig þér tekst að selja hugmyndina að þá mun þetta á endanum þú getur ekki haldið úti endalaust með slíka pólitík. Fólk mun sjá í gegnum þetta og ef það sér ekki í gegnum þetta þá það að finna það á eigin skinni. Alveg sama hvort þú ert komið með eitthvað nýtt orð yfir í rauninni þá óhamingjur sem þú ert búin að kalla yfir fólk en þá það samt sem áður þannig. Já, hárrétt. Þar við setjum endurskoðun á þetta á þennan leikþátt í New York. Önnur frétt sem að kom í vikunni, það kom fram að Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra ætlar að afnema jafnlaunavottun í núverandi mynd. Sko, ég alveg til að láta skoðuna með það, veit að því skoðun, en bara rifja upp samt að hún var aðstofamaður félagsmálaráðherra þegar þetta var sett á árið 2016. Þá var Þorsteinn Víglundsson félagsmálaráðherra og Þorbjörg Sigríður aðstofamaður hans. Ég fann gamla auglýsingu, eða sá einhvers staðar gamla auglýsingu, grammari dagsins, eitthvað hjá Viðreisn og tekið fram að hún væri aðstofamaður ráðherra og hefði sérstaklega unnið að vinnu við jafnlaunavottun. En batnandi fólki best að lifa. Já, við bara... Þetta fær að skoðun, ekki nokkur spurning, en hér eru 9 ára setna á öllum ánum þetta. Ef minnið svíkur mig ekki, þá held ég að Obba hafi farið svona í tiltölulega hörð andsvör við mig einhver tíma þegar ég talaði fyrir því að þessi dellu lög þeim breyttið að þau hreinlega afnumun. Þannig að það gæti nú verið einhvað í þingræðum sem að væri hægt að gera skemmtilega klipp úr en þetta algjörlega galið mál allt saman og hvernig það tilkomið hreinlega sko segja það að þetta ráðgjafana sem starfi Nei, sko, ég nú kannski einn að fáum þingmönnum sem hef sko persónlega reynslaði hafa fengið bréf frá jafnréttisstofu þar sem að þeim vinnustað sem að ég var þá að vinna hjá var hótað dagsektum ef við færum ekki innleiðingu og jafnlaunavottun og ég man bara eftir því að við vorum með tiltölulega einfalda launatöflu og sem allir skildu og allir mikil ánægja með. Síðan tekur við sko endalaus vinna með ráðgjöfum, keyptum ráðgjöfum út í bæ og út úr því kemur einhver svo flóknasta launatöfla sem nokkuð tíma séð og eiginlega ekki launadeildin og hvað þá sko starfsfólkið skildi í rauninni hvað við vorum komin út í. Og þetta bara kostnaður og þetta er svo íþingjandi og líka bara tíminn, þetta ekki bara peningandi, bara tíminn og orkan sem fer í þetta og við erum að búa til einhvern iðnað sem að vinna í þessu. Þetta á bara að vera valkvætt. Ef að Begga langar að taka upp jafnlaunavottun í fyrirtæki sem hann að vinna hjá, þá bara go ahead, sko. Já. Ef að láta bara ásmíða á þetta, skoðun í 1 ár. Já, en gerum það, en þetta Sigmundur Davíð skrifaði grein sem ástæða til að minna á, sem á heimasíðunan, sigmundardavíð.is, einmitt það hvernig þetta mál atvikaðist og í þinginu. Og það svona einhvers slags farsi, satíra, hvað viljum við kalla það? Já. Annar mál sem að vakti athygli að sko Snorri Másson þingmaður Miðflokksins sem fyrrnefndur, hann hefur nú verið að valda usla víða sem að við bara erum hrifin af hér í þjóðmálum. Hann birti myndbandi í vikunni þar sem að kom í ljós að Þorsteinn V. Einarsson sem að oft kenndur við karlmennskuna. Ég var alltaf eftir að bjóða honum kannski þáttingatum ég sé til með það. Já, ég held það getur. Við gáfum sko skammaverðun á gólfmóti þjóðmála voru námskeið á karlmennskunni. En sá sem fékk verðun hefur að vísa ekki innheimt verðunin sko. Áttu vonið að hann gera það? Kemur ljós. Hefði ég tekið þátt, þá hefði ég unnið þau og ég hefði mætt. Það hefur farið á námskeið. Já. Ég tók nú þátt í golfmóti hjá Sjálfstæðisflokknum á Akureyri núna á dögunum og ég ætlar ekki að þakka mér það var svona eitthvað Texas skrambúl. Makkarinn minn Tómas Þórðarsson, við lendum í 12. sæti af 22. Já. Þannig að ég var bara nokkuð sáttur við það. Takk fyrir að segja okkur því svona í óspyrjum hrettum bara? Já, þetta var bara, ég var svona að koma bara að því á framfæri að ég hefði staðið mig vel á golfmóti. Góð saga. Nei. Þannig að byrja úr nýtt. Bara kvættum þetta byrjum áttur. Hann birti þetta myndbata úr kennslustuðin þar sem að sko Þorsteinn V. að kenna
kynjafræði í MK, kynjafræði orðin skildufag í framhaldsskólum í dag. Ég verði að spila hérna, það var viðtal við formann félags kennara í kynjafræði. Nei, ég ætla að segja þessi félagskapur það. Já, strákaði, þið farið aðeins ofar, þá sé ég bara starfstitilin hjá henni, bara verða hérna forma félags kynjafræði kennara, fyrirgefðu, já. Það er bara heilt félag. Það er bara félag þetta. Það er nú einhver fjöldi sem að kynngreina fjárlögin, þannig að er einhvert atvinnuleysi meðal kynjafræðinga. Við ætlum að greina frá því í næsta þetta hver það er, en þið þurfum að sitja ykkur headphone til að hlusta á þessa, ég verða að fá að spila þetta. Það sem hún er að svara fyrir þetta í fréttastöðar 2 á miðvikudagskvöld. Hann talar innrætingu, hvað finnst þér þessa gagnrýni? Þetta mikið búið að vera í orðræðinni, þetta svona niðrandi tal kynjafræðina sem mjög áhugavert vegna þess að kynjafræði í rauninni bara ein af félagsvísindunum og félagsvísindin eru bara að skoða mannlega tilveru og við erum að greina hana. Afbrotafræði býr ekki til afbrot, heldur greinir og reynir að skilja. Kynjafræðin reynir að skilja og greina með bara þrautreyndum og viðurkenndum rannsóknaraðferðum hvaða er að vera manneskja, hvaða er að vera kyn, og það er þarna tala að það sé verið að innræta drengjum eða tala að drengir séu eitraðir, það þurfa að hugsa eins og kennarinn, konur sé eiginlega fórnarlömb og þetta í rauninni rangfærslur vegna þess að við erum bara að skoða veruleikann út frá rannsóknaraðferðum. Þetta er félagsvísindagrein eins og aðrar. Svo ef við spólum aðeins áfram, að þá heldur þessu umræða áfram og sérst Erla Björk, fréttastjóri á Stöð 2, eða Sýn eins og heitir í dag, spyr meira þetta mál og það sem hún fer að útskýra það hún svarar því hvort það sé vinstrislags í þessari kennslu. En svo þetta sé notað á samfélagsmiðlum í einhvers konar slag sem er ekkert relevant í rauninni í þeim veruleika sem er inn í skólastofunni þar sem við erum bara öll að vinna sem fræðifólk. Við erum ég held að það sé notað það að einhver birtist upp á töflu að því að við erum að greina umræðu líðandi stundar, við notum fjölmiðla til þess, við notum náttúrulega bara það sem er í gangi í samfélaginu. En þetta er svona ákveðin pólitíki, það er svona talsverð vinstri slagsíða í kynjafræði, myndirðu ekki segja það? Það gæti nú alveg eins verið að fólk fari svo bara til vinstri þegar það er komið dýpr ofan í kynjafræðina. Það gæti verið afleiðing fyrir einhverjar orsök. Ég hugsa bara, er þetta kannski sambarlegt að hafa skildufag að kenna marxískar kenningar í framhaldsskólum? Nei, þetta er í rauninni bara eins og að hafa félagsfræði sem skildufag og þetta er í raun og veru eina fagið sem að ég veit til að nemendur sjálfir og samband íslenskra framhaldsskólanema sendi ákall að yrði gert að skildufag. Já, þið bara ráðið hvort þið hafið einhverja sterkar skoðunar og ekki, bara varða að fá að spila þennan út. Ef ég fæði að byrja, þá er þetta nú svona einhvert þetta er bara gott dæmi skaðmenntun, þar sem að fólk fer inn í Háskóla Íslands og kemur í miklu verra standi út. Það er Háskóla Íslands náttúrulega framleiða kynjafræðinga á færibandi sem að fá vinnu ekki hjá einkageranum heldur hjá ríkinu eða opinberum aðilum. Já, það virðist að hafa verið lögð sérstök áhersla á skaðmenntun eins og ég kalla það undanfarin ár. Og ég held að við ættum að leggja miklu meira áherslu á að sinna og ýta almennilega undir menntun í þessum svona verðmætaskapandi greinum. Ég held að fólk sé komið þarna út á mjög þunnan ís í mörgu þessar sem við erum að sjá þarna. Þetta viðtal ég var ekki búin að sjá það er auðvitað sérstakt, en við munum, og þarna er Snorri Másson upp á vegg hjá Þorsteini Vaff, og við munum eftir því allir ekki 2 ár síðan að fyrirlesari eða kennari í Versló var með Sigmund Davíð á glær og með, var ekki Mussolini og Hitler. Jú. Þannig að það er auðvitað þannig að mér hefur þótt svona sanngjörn krafa að það sé bara reynilega aðgengilegt svona námsefni í framhaldsskólum sérstaklega og grunnskólum, bara þannig að menn átti sig á hvað er verið að fara og mér þykir ekki ósanngjörn umræðan og síður svo þar sem að þetta er gagnrýnt sem innræting. Það er bara neikað umræðum þessi mál á samfélagsmiðlum. Já, þetta er... Og við erum svolítið sikið það hérna núna? Já, vafalaust, við stöndum það á okkur. En svo í þessari umræðu svona kynjajafnrétti og annað, við vorum nú að ræða tillaga til þingsályktunar, ég afsaka, ég fór hérna í símann, ég ætlaði að leita að þessu hérna. Það var við vorum að ræða það núna í fyrradag,
tillaga til þingsályktun framkvæmdaáætlun í kynjajafnréttismálum fyrir árin 26-29 og þar kemur meðal annars með leyfi stjórnanda fjórði hluti hérna hugræn vinna kynjana unnið verði að því að fanga kynjamynstur hugrænnar vinnu á Íslandi unnin verði eigindleg rannsókn á hugrænni vinnu með viðtalsviðbót við megindlega tímarannsókn sem Hagstofa Íslands gerði fyrir forsætisráðuneyti. Í eigindlegu rannsókninni verður rýnt betur í niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar sem endurspegla hugræna vinnu og ósýnilega verðmætasköpun hennar. Svo erum enn hissa og við göngum að göflunum inn í þinginu. Já, og ég bara kom upp í andsvör við ráðherra, dómsmálaráðherra og ég sagði bara, ég bara skil ekki og svo fór ég skýringarnar við þennan hluta og hann bara alveg eins. Þannig að ég var engu nær, þannig ég fór og... Kannski að þú veit ekki kynjafræði framhaldsskóla, kannski myndir skilja þetta. Já, einmitt, mögulega, herðu, ég samt er mér til efs að og ég fór í andsvör og spurði dómsmálaráðherra hvað þetta þýddi, ég bara skildi þetta ekki. Var Obba að mæla fyrir þessu? Já, Obba var að mæla fyrir þessu, herðu, og þá hljópun eitthvað til og fór að tala við aðstofamannin, kom svo og sagði að var verið að útskýra þriðjuvaktina. Ég bara fæ það ekkert út úr þessu ekki svo sem fæ ekki neitt út úr þessu sko en ég sagði það er alveg ágætis hlutir þarna inn á milli en til dæmis að fara að greina sko jafnréttisáhrif þess að það séu fleiri karlmenn skráður fyrir rafmagnsbílum og ég bara veist hvað og þá að þú veist þetta það margir góður hlutir þarna inni en svo bara þegar að embættismennir komast í bara og bara byrja að skrifa eitthvað svona ef þetta á að snúast þriðjuvaktina þá ekki bara hægt að velta fyrir sér hver eru áhrif þriðjuvaktarinnar og verðmætasköpun. Ég held að við með bara allir skilji það. Hvort sem það var að gera hægt að rannsaka eða ekki. Sko. Já, það var svona að passa hvað að segja. Þú getur verið tekið fyrir í næstu seríu af hatursorðari þáttur í hjá RÚV. Já. Það er hérna. Við kannski allir bara. Já, en er það líka ekki bara allt í lagi? Jú, kannski. Er það þættir á RÚV? Já, ertu ekki búin að sjá það? Nei, bara... Fjöllum við það seinna. Já. Það er endurskoðun á þetta viðtalið ekki? Sem við vorum að horfa á. Jú. Nei, ég er ekki bara rauður með þið. Já, bara af göttunum þetta. bara aksturspar. Ég skil ekkit í starfandi forsætisráðherra að vera bara... Vanta mér svona afgerandi ákvarðanir. Já. Það þarf að stoppa svona rugg. Já, ég skil ekkert í Ingu hafa bara ekki kallað saman þjóðaröryggisráð þó að þær stöllur var einhver staðar út í löndum. Út af þessari kynjaumræðu þá? Nei, út af hérna með drónana. Já, þú ert komin í næstu frétt. Já, ok, já, fyrir ekki, ég var bara að horfa á skjáin, sorry. Viltu kalla saman þjóðaröryggisráð til að stoppa þessu umræðum? Fyrir ekki, ég er bara komin út af spórun hérna. Það var nú næsta frétt sem við fyrir vísir. Við vorum ekki að grína því hérna í upphæði þáttar að Inga Sæland væri starfandi dómsmálaráðherra, starfandi forsætisráðherra. Þær stöllur, Þorgerður Katrín og Kristrún, gerðu nú eiginlega grína því í vikunni sjálfar. Með því að þær voru að fjalla þarna eða það voru fréttir af þessum drónaárásum í Danmörku og þær segja bara já, þetta er mjög alvarlegt allt saman og bara grafalvarlegt mér en við köllum bara þjóðaröryggisráð þegar við komum heim aftur. Láti ekki starfandi forsætisráðherra gera það, sem Inga Sæland. Já. Nei, sko, það er hver er starfandi utanríkisráðherra? Við erum semst að vísa í frétt fyrir það sem er að hlusta, þá er þetta frétt á MBL. Það sem að Þorgerður Katrín segir að það sé tíðræðin til að kalla öryggis og saman við heimkomu, það er að segja þegar hún kemur heim. Málið er nú ekki alvarlegra en svo. Nei, þetta er... Hefði Inga Sæland átt að kalla saman þjóðaröryggisráð? Getur hún gert það sem starfandi dómsmálaráðherra? Forsætisráðherra? Það lítur að vera. Ef ég hefði bara, það hefði verið alveg frábært ef Inga hefði kallað saman þjóðaröryggisráð. Menn hefði setið þarna ábúða fullir við borðið og vonað að þessi fundur kláraði sem fyrst og svo er ráðið kallað saman aftur þegar utanríkisráðherra verið komin heim. En þær virðast ekki þristirinn til þess? Nei, það blasir við. Nei. Það blasir við, en við sáum það líka í mörgum af þessum málum sem að Flokkur fólksins læði fram á síðasta þingi og munu endurflytja núna að raunveruleg andstaða við málin var oft á tíðu miklu meiri hjá stjórnarflokkunum bara við í stjórnarandstöðinu höfðum sko nóg að hugsa bara slíkur var fjöldi vondra mála en það voru þarna þó nokkuð mörg mál sem maður hafði á tilfinningunni að stjórnarflokkarnir tveir, Samfylking og Viðreisn væru að treysta á að við í stjórnarandstöðunni legðum skegn. En svo bara veltið mig fyrir eins og ég sagði kannski áðan að sko, ég held að þau fá að leggja þessi mál fram aftur, svo verður bara formönnum og önnum bara þetta verður bara einhvern veginn látið deyja og eins og Beggi bendir á að svo bara munu þau krossleggja fingur og vonast til þess að við munum einhvern veginn. Það verður hægt að skella skuldinu og okkur að hafa sko, þá getur það sagt, já,
öll mál flokks fólksins komist ekki gegn að því að stjórnarandstaðan stoppaði það. Það var í vor. Það var í vor og okkur var kennt strandveiðarnar og grásleppuna og öll góðum mál. Öll góðum málin og ég sem að Daði hefur bara þegar hérna öll þessi vitleysis mál fóru ekki gegn sko. Þannig að þetta verður held ég bara svolítið svona líf flokks fólksins í þessari ríkisstjórn. Já. Það klárum fréttaeflitið. Ég sá að Jón Gnarr, hann satt fund Vestnorræna ráðsins í vikunni sem að hann gerði örugglega bara af sómaskap og þar fjallar það að það væri áhersla lögð á öryggis- og varnarmál og hann tók bara undir það. Ég alveg til að setja skoðanir með það. En er þetta ekki sami Jón Gnarr og bannaði herskipum að leggja við bryggju í Reykjavík þegar hann var borgarstjóri? Allavega nafn hans. Já. Var ekki hann og Dagur grjótharðir á móti öllu slíku? Jú. Það er bara aftur, batnandi mönnum er best að lifa. Já, það er bara svolítið, ég menna við sjáum þetta í útlendingamálunum bara hjá Viðreisn að nú er verið að leggja hérna fram það sem þau fóru nú í málþóf út af á sínu tíma. Já, en það á nú samt eftir að það á nú eftir að rammin og svona sjá hvernig þau mál á endanum verða lögð fram því að það er, sjáum til dæmis bara mál varða það að auðvelda að flytja aðila sem hafa brotið af sér úr landi. Nú er búið að taka inn setningu sem var í breytingatillögu frá Miðflokknum á síðasta þingi. Þannig að það horfi nú til bóta en sko, mér hefur þótt ágætt að spyrja sjálf mig, þetta mál samþykkt, mun það tryggja að við getum losað okkur við eintöku eins og Kúrani og ef ekki, þá gengur það ekki nóg langt. Ég meina og þennan gæja þarna sem var að sletta málningunni á ljósmyndara Morgunblaðsins. Já. Við eigum ekkert að líða svona, við eigum bara ekki að líða þetta og við þurfum bara að taka miklu harðar á sig og ég segi bara, það mun ekki standa á hérna Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum að reyna að tefja þessi mál. Já. Og þetta mál var á dagskrá, ef þau hefðu bara sett þetta mál á dagskrá núna, það voru fullt af málum sem fór í gegn sem að við vorum bara á því að þyrfti að fara í gegn. Já, þau eru með dagskrárvaldið í þinginu. Þau eru með dagskrárvaldið. Ég held að það eru 14 mál sem voru kláruð til enda á meðan 14 góð mál. Já, svona við vorum þó stundum á rauðu. En 14 mál voru kláruð á meðan veiðigjaldumræðan var í gangi, ef ég maður rétt. Og þannig að það sýn nú að bara ef að stjórnarandstaðan lagði held ég í 4 skipti fram dagskrártillögur til að breyta dagskrá þingfundar daginn eftir. Já, það var nú, til dæmis þegar að dómsmálaráðherra kom og grét yfir því á Sprengisandi að málin hennar væri nú með 24 og 5 á dagskráni. Kæmist ekki að út af meintum málþófi og við bara komum bara og sögðu, bara lögðum til að þetta er bara fært efst. Þau reyndar feldu það ekki, heldur lögðuðu mikið á sig til að semja að þetta kæmi fyrst á dagskrá daginn eftir til að þyrfti ekki að greiða atkvæðum. Þetta pirraði. En svo voru felda. Þetta er rosalega gott út af hvað að reyfi hvernig dagskrá var í þinginu. Já. En punkturinn er þessi. Er ekki að ammali. Svo voru 3 dagskrátillögur lögðar fram í framhaldinu og þær voru alla feldar en voru alla dagskrá þingfundar daginn eftir. Við vorum að tala um Stjórnshús á þann. Var Obba ekki með ykkur í Stjórnshús? Nei, það held ég. Hún var starfandi í þessum tíma. Hún var það, sko. Hvað ár gerir Obba? Ég maður ekki, við getum glættið upp. Hún er ung, miklu yngri en við. Vinnur okkar í Búlismiti að frétta því fyrir okkur að við vorum að tala saman. En sko, klárum eina frétt í lokin. Það er Lilja Dögg Alfreðsdóttir, fyrirhugaður ráðherra. Hún er varaformaður Framsóknarflokksins í dag. Hún var á Sprengisandi í vikunni. Þeim þræl skemmtilega þætti og hún er alltaf verið að fjalla stöðu Framsóknar undanfarið og fer í viðtal og segir að það þurfa að eiga sér stað breytingar innan Framsóknar. Þetta minnir mig örlítið á það þegar ég tók viðtal við Össur Skarphéðinsson, þá utanríkisráðherra fyrir áramótatímarit Viðskiptablaðsins sem kom út að mig minnir í lok árs 2011 áramótin 2011-12 og þar segir hann í viðtalinu að Samfylkingin geti ekki farið með óbreytta forystu í næstu kosningar og þar með eiginlega lauk hann forsætisráðherra tíð Jóhannu Sigurðardóttur áður henni var formlega aflökið og áður en hún átti að sjá því sjálf. Já, löngóður en þannig hún var líklega ekki búin átt að sjá því ennþá og þannig Lilja að tala það að það þurfa að eiga sér stað breytingar innan Framsóknar. Hún er náttúrulega bara að segja það að Sigur Ingi að víkja. Það ekki. Það er ekki hægt að skilja þetta öðruvísi.
En ég held að vinir okkar í Framsókn sem við höfum í ágætu samstarfi við núna í stjórnarandstöðinni. Ég að spyrja rangaðara? Þórið þið ekki að styggja þá hérna? Jú, nei, það snýst ekki það. Heldur, blasir við að það þarf að finna einhverja viðspyrnu fyrir þann góða og fullorðna flokk. Svo að flokkurinn finnir sig ekki á svipum stað og Píratar voru á svona cirka 1,5 ári fyrir síðustu kosningar sem að snýra því að það sé finna erindi sitt aftur og og hvort að það verður Sigurður Ingi, Lilja Dögg eða einhver annar framsóknarmaður, hvað mig varðar kemur bara ljós en það blasir við að það verða tíðindi svo ekki sem meira sagt ef að það verður viðvarandi stað að framsóknarflokkurinn verði þarna í námundan við 5% þröskuldin. Þeir alltaf leituð einhverju erindi í Höllarhund en fundu bara ekkert? Nei, það virðist ekki hafa það plan virðist ekki hafa gengið upp. Nei, og ég held að sé nú kannski líka svona hennar pólitíska sín bara eins og til dæmis í orkumálum kannski ekki alveg í svona línu við það sem að almennt Framsókn hefur verið varðandi orkumál. En ég held auðvitað gerist það. Nú er 18. október miðstjórnarfundur Framsóknarflokksins. Daginn eftir Björgvöld Þjóðmál á Selfossi. Já, fínt fyrir það. Við hittum upp fyrir það. Já, við hittum upp fyrir það. Heima vígi Sjálfstæðarflokksins, Framsóknarflokksins. Og ég held að við ættum nú að hvort að Guðni getur ekki komið og spjalla við ykkur. Já, það bara gaman. En flokkurinn náttúrulega bara í skoðanakönnunum ekki að mælast hátt og þá hlýtur náttúrulega svona bara við þekkjum það alveg, þá koma upp svona vangaveltur svona hvert flokkurinn að stefna, hverjir eiga að stýra flokknum og annað. Það bara eðlilegt, lýðræðislegt í svona gömlum flokki líka. Já, við sjáum hvað setur í því, þannig að við erum alveg til í að sjá hvað gerast þarna. Við erum að sjá bara frétta því bara meðverum að taka upp að það búið að segja upp 25 starfsmönnum í Norðuráli. Ekki framleiðslukostnaðar þar. Við vorum að tala hér háa vexti á þann og litla fjárfestingar og erfitt ástand fyrir útflutningsgreinar. Það eins og ríkisstjórnin hatist við útflutningsgreinarnar. Við sjáum trakteringarnar sem sjávarútvegurinn var fyrir. Nú búið að flagga sambærilegu gagnvart ferðaþjónustunni. Það hef ekki verið neinn sérstakir aðdáendur stóriðunnar í þessum flokkum svona sögulega séð og svona mætti áfram telja. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af því að einmitt þegar við þurfum að leggja mesta áherslu á útflutningsatvinnuveginni séu í góðu standi, þá sé verið að slá undan þeim lappirnar. Já. Það voru nú útflutningsgreinarnar sem að björguðu okkur eftir hrun. Já, og það eru líka því við erum nú að tala ríkisfjármálin, það eru blikur á lofti, þorskótin minnkaði núna 13.000 tonn fyrir þetta fiskveiðár. Við höfum farið á mis við 15-20 milljarða í ríkiskassa núna 2 ár í röð í loðnubresti. Það eru blikur á lofti varðandi stöðu á bara kvóta stöðu stofnana í bæði makril og kolmunna. Það alls konar svona ytri aðstæður sem við eigum erfitt með að mæta sem að geta haft áhrif líka bara á afkomu ríkissjóðs og náttúrulega og fyrirtækjana og samfélagana sjálfsögðu. En núna erum við byrjað að sjá uppsagnir, ferðaþjónustan næst. Núna í vor var talað um að þetta bregða stórkostlega við þeim áhyggjuröddum sem hafa komið upp eins og skemmtiferðaskipa aðilunum og þau lækkuðu það úr 2.500 í 2.000. Það var nú allt mótframleið og skilst að það hafi ekki haft neitt að segja. Þau settur þetta fæsla á Instagram líka, sko? Jú, það kom fæsla á Instagram og ábyggilega góð mynd. Þannig að ég held að þetta myndi gjörbreytast. En þetta blasti við breytingarnar varandi skemmtiferðaskipin og ef að ætlunin með þessu var svo að ná fram einhverju svona jöfnun gagnvart skemmtiferðaskipa á móti þeirra hótela sem eru til staðar, þá voru ýmsar aðrar leiðir færar í þessum efnum. En þetta hefur verið takturinn að svona gjaldahækkunum, skattahækkunum á atvinnulífið yfirleitt skellt á með mjög stiftum fyrirvara. Í ferðaþjónustunni til dæmis eru menn búin að selja ferðir með löngum fyrirvara og engar möguleika á að gera ráðstafanir, heldur verða bara að taka þetta út úr sínum rekstri, svona viðbótar útgjöld sem verða á grundvelli þessa.
Þannig að þetta allt fyrir séð og þetta nú sorglegt að sjá þessa fréttir af Grundartanga varandi Norðurálinn, en því miður þá eru þetta ekki alveg óvænt, bara í ljósi þess með hvað hætti maður hefur skynjað að svona rekstrarskilyrði og undirliggjandi kostnaður sé að þróast. Já, 50 manns í Vestmannaeyjum hjá Líó Seafood. Já, akkurat. Þeir enda muni fá jólakort frá ríkisstjórninni, sko. Undir þetta Þórður Snæ og Kristján sem segir takk fyrir að hjálpa okkur að taka þátt í sanngjarnara samfélagi. Já, og sko, en málið það sem náttúrulega líka og maður skynjar mjög mikið að öll þjónustufyrirtækin, ég fekk mér fór á sjávarútvegssýningunum daginn, að þjónustufyrirtækin að finna fyrir miklum samdrætti. Menn eru bara að kaupa minni þjónustu, menn eru að kaupa minna af tækjum og öðru. Þannig að sko, þegar upp staðið, þá verða bara skattarnir minni heldur en meiri og eins og við sjáum og var ég í frétt að menn eru að horfa á alltaf 95% fækkun á þessar minni hafnir eins og Siglufjörð og Húsavík og Djúpavog og fleiri staði með í skemmtiferðaskipunum. Hver græðir á því? Hvaða skattar koma þá ef það eru bara 5% af skipunum eftir? Þannig að þetta svo mikil delluhagfræði og dellunálgun, þó að sé hægt að setja það upp í falleg slagorð og Instagram-myndir, en þá það bara síðan raunverulegt fólk og fyrirtæki sem það fyrir þessu. Já, bara hárrétt. Árin fyrir næsta lið þá ætla ég Já, það verður að benda okkur það. Þorbjörg Sigríður, við vorum veltið okkur hvenær hún fædd. Hún fædd 78, hún aðeins yngri því. Það eru 3 ár í 50 samanlið hennar. Já. Heldur hún bjóða okkur? Já, hvað ekki annað annars? Já, vona bóði. Við erum í lið í þættinum þar sem við fjöllum félag vikunar í samstarfi við Kelduna. Það er nálgast allar upplýsingar þar, best að vera með áskriftakeldunni, þar maður fljótur að flétta upp. Það var þetta fréttir af því í vikunni að Brimar búið að kaupa fyrirtækið Lýsi fyrir 30 milljarðar króna. Lýsi náttúrulega, það er fyrirtæki sem allir Íslendingar þekkja. Þetta bara þetta uppáhaldsfyrirtæki Íslendinga. Bara frábært fyrirtæki og bara óskum báðum aðalum þeirra viðskipta til hamingjum það. Guðmundur Kristjánsson í Brim og Katrín Pétursdóttir, forstjóri Lýsis. Sko tekjur Lýsis í fyrra voru tæpir 22 milljarðar og jukust 7 milljarðar milli ára. EBITDA-hagnaður var 3,1 milljarðar og heildarhagnaður 900 milljónir. EIF félagsins í lok síðasta árs var tæpir 5 milljarðar og félagið metið á 28,5 milljarða eða reyndar réttar að segja að sé kannski metið á 30 milljarða. Það verðið sem að Brim að kaupa þetta á. Katrín Pétursdóttir á sjálf 40% í fyrirtækinu. Þetta ekki bara frábær viðskipti? Ef ekki að skála fyrir það? Jó, við skulum bara skála fyrir köttu og kjarnakona. Þetta alveg bara... Og skæður til hamingjum með þetta? Já. Það verður, sko, ég veit að... Ég taldi mig vera svona mikilvægan kuna hjá Lýsi í gegnum árin, en þegar ég sé verðniðan á fyrirtækinu þá sé ég að ég hef kannski ekki verið að hreyfa nálina mikið. Þú gárar þetta vatn ekkert mjög mikið. Þetta frábært. Þetta bara alveg. Þetta bara mjög ánægilegt og þetta fyrirtæki hefur auðvitað verið rekið að meginhluta til af þessari sömu fjölskyldu frá stofnun og bara glæsilegt að þetta sé þróun og ég held að Guðmundur í Brim bakinn og sofinn yfir þessu áratugi ég held að þau Guðmundur í Brimi sé og hans fólk séu bara líklega til að geta þetta gert enn betur með gott fyrirtæki. Já, flokkast þetta sem fjárfestingi óskyldur rekstri? Ég myndi segja nei, sko, en nei. Nú, ég bara, ertu að reyna að koma mann í vondskap? Hvað þessari dellu umræðu þarna í júní og júlí, sko. Þetta þetta ekki, sko, hægt að þurfa, sko, eiga samtal það að það sé, sko, það bara eins og þetta fólk sem styður þessa ríkisstjórn hati, sko, kapitalisma og þið kapitalíska kerfi. Já, þau kannski gera það. Já, og það kannski raunin, sko. Ég held að þú veist, við erum alltaf bara sjokkaðir á því, en mögulega það bara á sama tíma lagði þetta ágæta fólk fram veiðigjaldamálið þar sem að í orði kveðinu var verið að svona vinna gegn því að svona það fjárfest utan geirans en sko á sama tíma lá henni mál í atvinnuveganefnd þar sem var verið að sko þrengja að og gera mjög tortryggilegt að fyrirtæki fjárfestu innan geirans. Ég veit ekki hvort að þetta ágæta fólk bara skilur ekki málið eða hvort að ég alveg sama að það sko rekist á innbyrðis og dagana langa rekist hvort á annað í skoðunum.
Já, já. Þau eru stundum með svolítið eins og illa döbbuð brúslímynd. Já, þau myndu segja núna kannski bara, herðu sjáið bara viðgjöldin hafa ekki áhrif, það er bara gummið bara að taka upp veskið og kaupa fyrirtæki. Já, spurðu fólki þessa 50 í Vestmannaeyjum það og þá sem fengu uppsagnarbréf á Siglufirði og það er víðar og síðan sjáum við þessa furðu stöðu sem uppi núna. Og kannski rétt að taka fram bara hlustur áttis á því, þú veist, Bríminn alltaf er að kaupa þetta með hlutabréfum í sjálfu sér og með lántökum og það er ekki eins og menn séu bara með þykka seðlaveski hérna flakka 30 milljörðum sko. En sko sjáum síðan bara hérna núna eftir að Hanna Katrín sendir hérna 5,3% pottin yfir til Eyjólfs Ármannssonar, jafn undarlegu svo aðgerð var. Sko það er ekki einu svona það er óskiljanlegu gjörningur. Það er bara því að strandveiðar er ekki atvinnumál. Nei, já, en síðan er sko, það er fleira þarna undir. Það er ekki gefnar út sko reglugerðið þó að sko fiskveiðiárið sé byrjaði 1. september. Þá eru þeir sem hafa sko notast við línuívilnum, almenna byggðakvótan, rækju og skelbætur og þarfumdugötunum. Þessir aðilar eru allir í lausu lofti núna. Að því að ráðherra gefur ekki út reglugerð til að heimila úthlutun réttinda til þeirra. Þannig að þetta er allt einhver þau eru í tómum vandræðum með þetta mál og sko ég hef þá tilfinningunni að í rauninni bara atvinnuráðuneytið bara hafi að hugsa með sér, herðu, þetta er að fara að verða eitthvað fíaskó hérna, eitthvað skúspil og bara við ætlum ekki að bera ábyrgð á einhvern svona ákvörðunartökum, þannig að þetta er bara sent inn í samgönguráðuneytið. Byggðakvóti og eitthvað svona, þú veist, þetta er alveg geggjað, þú veist, þetta er eitthvað svo, þú veist, þetta er allt eins geta enda hjá einhver sælandin í félagsmálar. Já, og hérna, og síðan hérna á einhvern veginn Eyjólfur að reyna að finna út úr því hvernig hann tryggir hér 48 daga innan 5,3% og það verður ekkert gert með að skerða einhvern annan og það að þeir séu ekki til dæmis búin að gefa út línu ívilnuna, gefa út rækju og skelfisbætunar sem að skiptir ákveðna útgerðarflokka, litla báta og litlar útgerðir á Vesturlandi miklu máli. Það, já, auðvitað fer þá marga grunna að þetta eigi í rauninni ekki að gefa út og setja inn í strandveiðipotti. En þetta er það sem það mun hafa gríðarlega mikil áhrif á rauninni útgerðir sem að eru og báta sem eru í drift allt árið sko. Og skapaðu alvöru störf. Og þetta er nú allt sem við vorum að gera kröfumærið upplýst þegar þessi umræða fór fram á síðasta þingi. Bara hvaðan sér ráðherra fyrir sér að taka þessar viðbótar aflaheimildir af því að þær verða teknar einhvers staðar frá og þá verður bara til að þingmenn geti glögg á fyrir sig á málinu og tekið afstöðu til þess þá verða menn að vita sko hvaðan á að taka hérna aflaheimildirnar til að bæta í strandveiðarnar. Því að ef að menn telja sig komast upp með að segja að það verður bara bætt við strandveiðarnar en það verður ekki tekið að neinum. Fiskurinn verður bara tekið úr sjónum, eitthvað svona delluumræða. Þá getur það ekki endanum á einn veg og það er algjör katastrófa sko. Já. En kannski lítið bara það sem sittin tíma vandamál? Já, vafalaust. Den tíð, den sorg. Herðu, við erum rétt tefla hálnaði með þáttinn. Mér döðbrá hérna rétt á hann, ég áttaði mig á því að ég var orðinn seinni í afmæli mitt. Ég sá klukkuna hérna á vegg sem korter gengin í 10, eða vantar korter í 9. Hér stendur tíminn í stað. Já, ég var að átta mig á því sem betur fyrr. Já, það er ekki tímalesi inn í þessu. Hvernig er þessi stúdíóið? Þetta er alveg bara til hamingju, þetta er algjörlega frábært. Við eftir að ákvæða hvað köllum þetta köllum við ekki bara Epic Bet stúdíó eða eitthvað sliðis. Þannig að þetta er bara mjög flott. Heldur betur. Þannig að sko, ég bað, bara þannig að hlustundur áttu sagði, við eigum nokkra sameiginlega vini, við þrír. Þannig að ég bað svona nokkra þar að senda okkur spurningar og hugsaði reynda. Það er ekki víst að við fyrir vel út úr þessu. Ég myndi menn á bara að það væri börn að horfa. Þannig að hérna... Í þann hópu held ég að það sé bara mjög gott að þú hafi tekið það fram. Já, og það er hérna, og ég hugsaði reynda þegar menn voru að senda spurningar að hver þarf vini þegar maður, eða hver þarf óvini þegar maður er svona vini, sko, en hérna, þannig að við svona reynum að finna eitthvað gott út af þessu, sko. Ein spurningi sem barst, hún vantilega beinist í þín, Bergþór, hver verður oddviti Miðflokksins í Reykjavík? Það liggur ekki fyrir en það styttist í það og það skiptir gríðarlega miklu máli af því að það er nú sennilega ekkit sveitafélag allavega af þeim stóru sem er í viðlíka Kröggum og Reykjavíkurborg þannig að það að fá þar inn öfluga rödd sem að getur hrist upp í hlutunum ég held að það sé mikil eftirspurn og þörf á slíku þannig að ég er mjög spenntur að sjá hvernig því vindur fram hjá okkur en það er svona svo vinnir í gangi og það styttist í niðurstöðu held ég. Þetta var eins og óskýrt og það gat orðið. Nei, svarið er alveg skýrt. Það er mjög pólitískt svar. Svarið er alveg skýrt. Það er ekki komið á þann stað að hægt sé að upplýsa það. Saknar Jens Garðars þess að vera í sveitarstjórnarmálum? Nú þegar hann komur að þing?
Ég hefði mjög gaman að vera sveitstjórnarmann og það, þú Varst það í 40 ár? já, svona 48 ár og hérna, nei, ég sakna þess, ég sakna þess að vera í sveitarstjórnarmálunum oft en þar sem ég núna, mér finnst það bara svona rökrétt framhald. Ég hef mjög gaman að því líka. Varaformaður Sjálfstæðisflokksins? Já, svo kom það svona óvænt þannig séð. Ég var svo kannski ekki búin að gera ráð fyrir því þegar ég bauð mig fram á tvöföldu kjördæmisráði í lok október að verða síðan varaformaður Sjálfstæðisflokksins í febrúar og eftir. En svona lífið. Spurning sem þið ráði hvor eitthvað svarar henni. Hvor meira hægri maður af ykkur tveimur? Nú ætlum ég að láta Janna byrja. Og hann veit að ég svara á eftir. Ég Nú ég fegin að við vorum í sjónvarpið því að það bara í svo ángista svipin á ég held að ég sé meiri hægri maður heldur en Beggi. Já, ég held að ég sé meiri hægri maður. Ég svona frjálslindur íhaldsmaður. Ég náttúrulega íhaldsmaður. Ég svona myndi kannski ekki skilgreina mig sem frjálshyggjumann og ég var snúm á Beggi gera það heldur ekki, en ég ætla ekki að svara fyrir Begga. Hvað segir þú, Beggi? Heyrðu, þetta áhugaverð spurning. Frjálshyggjan meira hjá okkur unga fólkinu. En og þarna ég með það í huga allt það þakklæti sem við í Agnarsmá og þingflokki Miðflokksins á síðasta kjörtímabili fundum fyrir frá rótgrónum sjálfstæðismönnum sem sögðu það gott að það sé einhvers stað að passa upp á sjálfstæðisstefnuna nú stundir á meðan Þú gleymir því alltaf að ég var ekki á þingi í síðustu ríkisstjórn. Nei, þetta aðdragandi. Já, þetta aðdragandi. Er þetta í rauntíma? Á meðan sjálfstæðisflokkurinn var fyrst í vinstristjórn undir forystu Katrínar Jakobsdóttur og tók síðan til að leiða vinstristjórn sem enginn hafði reiknað með að geta orðið raunin. Þetta voru auðvitað áhugaverðir tímar og erfiðir fyrir sjálfstæðisflokkin. En ég hugsa að þetta sé nú einhvers slags jafntefli milli okkar svona ef við erum sanngjarnir. Við vorum saman í SÚS, við börðumst fyrir sömu málunum í SÚS. En ég held að fyrsti tíminn sé bestur fyrir þá sem stjórna átta sig á því að það sé gott að treysta fólki fyrir sjálfsaflafé sínu, draga úr ríkisumsum eins og hægt lækka álögur og bara einfalda lífið og hætta að gera það leiðilegra. Og ef okkur tekst það, þá má Jenny kalla sig meiri hægri mann en mig. Ég var að rífast við miðflokkinu leigubílafrumvarpinu rétt á hann, þannig að það var svona kannski út frá því. Hvernig tókst það til á síðasta kjörtímabili, svona þegar á endanum var farin sómalska leiðin? Það var enginn sem reiknaði með því að það blasti við. Það er það sem elsku vinir, það er það sem þið miskiljið með ráðherranum, að þetta hefur bara ekkert með núgildandi frumvarp að gera. Ráðherra hefur 10 reglugerðar heimildir til þess að taka á öllum þessum málum. Ég hef margoft búin að þylja þær upp í ræðu og til dæmis ástandið á Keflavíkurflugvelli, hvort sem það er á bílaplaninu eða með hennar skúr, er náttúrulega bara Isavia að taka og hefur ekkert með lögin að gera. Ég velti fyrir mig hvort að þurfa að ráða fleiri millistjórnendur í Isavia til að taka á þessu og ég meina lausnin var bara að loka skúrnum, allt í hennu var skúrin ekki nógu góður. Ástandið á bílastæðunum, komið þið bara skikki á þetta. Ástandið, hvernig það er með leigubílana, ráðherra á bara að láta menn taka prófin aftur. Það hefur bara komið í ljós, það var svindla á prófunum. Það hefði ekkert með lögin að gera. Þetta er framkvæmdin á lögunum sem er algjörlega klúðrað og þess vegna segi ég, í stað þess að koma aftur með þetta frumvarp og grípa ekki til neinna aðgerða sem nú þegar ráðherra hefur heimild til, er bara svo sem eins og annað hjá þessari ríkisstjórn og ég held að vinni mínir í miðflokknum muni sjá þetta ljós. En ég held við séum á pari með að vera hægri minna, þegar stundum get ég kannski verið einhver staðar rangstæður mögulega og Beggi vinnu minn aðeins meira hægra megin. Við skulum sjá varpa upp lítilli mynd, það sem að og fyrir þá sem er að hlusta þá setjum við upp mynd af Jens Garðari og séra Davíð Þór Jónssoni. Já. Það sem þeir mættust í Silfri Egils einhvern tímann síðasta vetur, það var fyrir kosninga minni mig. Já, þetta var í kosningabaráttunni. Já, og því að mér barst spurning með þessari mynd og spurningin var þannig, varstu lítill í þér þegar Davíð Þór var að hrauna yfir því í Silfrinu? Nei, alls ekki. Ég þekki nú Davíð, hann var prestur tíma heima á Eskifirði, þannig að við kynntumst nú aðeins. Varst þú formaður sóknarnefndar þá eða? Ég man ekki, ég gæti verið, ég hafi verið formaður sóknarnefndar. Ég trú ekki að þú hafi ráðið Davíð Jónsson. Nei, nú skulum hafa eitt á hreinu. Hann kom ekki þarna. Ég hef ekki búið þér þáttin en þið vitið það. Nei, sko málið er að... Þú áttar þig og þú ert í vandræðum núna. Nei, alls ekki. Af hverju réðir þú Davíð? Davíð kom þarna inn... Hefur þú séð eftir þessu alla tíð síðan? Nei, Davíð kom þarna inn sem héraðsprestur í smá tíma
í rauninni fyrir allar sóknirnar fyrir austan, þannig að hann var svona fara á milli og leysa af, þannig að hann var ekki prest. Við vorum með frábæran prest á, við erum komið nýjan ungan frábæran prest, þannig að það var ekki þannig og ég hann ekki sem prest. En hann hafði þarna, þegar þið sjáu nú það nú glott á mér á þessari mynd og kannski þeir sem eru að hlusta sjáu það ekki, en þarna hann sem sagt að efast það hæfi mitt til að bjóða mig fram. Já, og í framhaldi þessu þá spurði ég hvort það væri bara þannig að opinberi embættismenn mættu bjóða sig fram til Alþingis, sem að ég held reyndar að samfylkingin hafi til dæmis haldið að það væri bara opinberi embættismenn. Hann ekki algalinn eftir allt saman. Já, þetta var kostulegu þáttur. Já, sko þessu tengt fyrrandi formaður sóknarnefndar Eskifirði hrifinn af núverandi biskup? Ég hef nú svo sem lítið, verður nú bara að játa það, ég hef nú svo sem lítið fylgst með henni, ég verð samt að segja að mér fannst ræðan, það var nú ekki reyndar hjá biskup, pressins í Dómkirkjunni núna svona svolítið sérstök, hvað ég sagt, en hérna Við þingsetninguna, í þingsetningunni, já, í messunni, en ég bara eiginlega get ekkert tjáð mig það, ég hef ekkert mikið fylgst með henni, sko. En ég er mikill þjóðkirkjumaður. Sko, mér hefur þótt svona undanfæri missir og ár þjóðkirkjan því miður á köflum vera sinn eigin versti óvinur og ég held að þetta sé margþættur vandi sem að þjóðkirkjan er að eiga við og það er svona einhvern veginn þannig finnst mér að svona dagana langa reynun að gera þá glaða sem að sko mest svona reka hornin í hana og svona á sama tíma fjarlægist þá sem að helst hafa stutt hana í gegnum tíðina. Þannig að ég hef áhyggjur af þjóðkirkjunni og þeirri þróun sem hefur verið þar innan dyra núna nokkra hríð og vona að við komumst á stað á einhverjum tímapunkti að staðan batni. Já. Ein spurning í viðbót sem að barst frá vinahópi okkar, hefur Bergþór jafn mikinn áhuga á jarðgöngum eins og jarðskarðar? Ég er reyndar mikill áhuga maður jarðgöng, því að jarðgöng er á endanum bara... Þú veist því að hann kom þessu sjálfur að sko fyrir þættunum áhuga sínum á jarðgöngum og spurði fréttum þegar hann mætti með kampæin á Súsund. Sko, þetta er bara, jarðgöng eru þetta bara dýr útgáfa vegi. Fyrst voru vegirnir og svo fóru menn að brúa fljót og ár og fljót og þar hundi göttunum. Þannig að ég held að bara við sjáum áhrifin sem orðið til dæmis á Siglufjörðs og dæmis ég nefnt fyrir vestan, Bolungavík, fyrir austan, fleiri staði mætti nefna. Ég held að við þurfum að komast á þann stað að eiga svona bæta í hvað uppbyggingu innviða framkvæmda varða út frá verðmætasköpun. Þannig að við sjáum bara ævintýrið vestur á fjörðum núna, það sem fer saman Keri Sitsós á ótrúlega árangur sem Guðmundur Fertram og hans fólk hafa náð, eldið og fleira. Sko, ég held og við töluðum nú fyrir því í miðflokknum í síðustu alþingiskosningum að við ættum að fara að horfa meira til svona staðbundina samgöngusáttmála þar sem við náum betur utanum hvert svæði fyrir sig, einmitt út frá verðmætasköpun og þannig að jarðgöngur er bara partur af þeirri mynd. Það var bara já en spurning sko. Svaraði já. En ég verða samt að skjóta þið inn að ég lagði fram núna í júní þingsályktunartillögu og Beggi er með mér á henni og 19 þingmenn eru með mér á þessari þingsályktunartillögu þar sem að ég er að leggja til að það veri stofnað samgöngufélagið Þjóðbraut, nánast eins og þjóðmál, samgöngufélagið Þjóðbraut, þar sem að sko ólíkt því innviðafélagi sem að ríkisstjórnin er að sitja á koppinn sem að fjármagna með kílómetragjaldi að þá er ég meira að horfa á fjármögnun í takt við það sem að Færeyingar hafa gert og við tökum ekki bara jarðgöng heldur stofnvegi, stærri brýr og annað og setjum þetta inn í eitt innviðafélag sem er ekki OHF heldur bara HF og fjármögnum það þar, bæði með eigið fyrir ríkisins, með afnotagjöldum og þá getum við fjármagnað eins og Færeyingarnir er að gera, þeir eru að fjármagna þessar stóru framkvæmdir og sér hjá bandarískum lífeyrissjóðum, það eru bara lífeyrissjóður einhverja bandaríska kennara sem eru með 80 ára skuldabréf við Færeyingarna. Bara setja peningarna sinni í vinnu? Þeir setja bara peningarna sinni í vinnu og það eru margar útfærslar að þessu og ég legg til og við leggjum til að því að við erum saman á þessu að það veri líka þá hortið þess á móti að vörugjöld verði lækkuð eða lækkuð á móti eða jafnvel bara fellt niður á bifreiðar. Þannig að og mér finnst þetta alltaf rosalega skrítið eins og núna með Orkusjóðin að það er sett eitthvað 10 milljón króna hámark
Ég sá til dæmis bara núna einhvern 7 manna fjölskyldubíl auðlistan kostar 12 milljónir rafmagnsbíl en þú mátt ekki fá það því þá áttu ábyggla of mikinn pening, þú veist bara algjör þvæla, bara ef maður leggja niður vörugjöldin. En sko þetta Það lækkaði verulega ef við setjum þetta á sko. Já, en sko skattlagning og gjöld, skattur og gjöld á akstur og ökutæki er gríðarlega mikill. Þetta er mjög skattpíndur hópur og samkvæmt frjállega frumvarpinu núna er áætlað að séu sko 83 milljarðar að skila sér þarna utan virðisaukaskatts af þessu vöru og þjónustu. Þá hækkum 7,5 núna. Og það, nei, gott betur en það, þá hækkum við rétt 11. Já. Það er sko 7,5 og pluss 3,3 mann rétt í kílómetragjaldi. Rétt, Þannig í heildina er þetta tæpir 11 milljarðar sem skattar og gjöld á akstur og ökutækja eiga að hækka á milli ára. Svo var þetta liða gasa það að Nei. Svo var þetta liða gas það að þessir veiðigjöldin 7-8 milljarðar á ári færi að byggja vegi út á landi. Það er bara ekkert merkjum slíkt í neinu sem að ríkisstjórnin hefur sett frá sér. Og síðan á að hækka gjaldtöku á akstur og ökutæki 11 milljarða á ári, á milli ára núna. Þannig að þau eru skattasjúk núverandi stjórnvöld. Það er ekki þetta að lýsa í öðruvísi. Og þau eru bara, þetta er þrátt fyrir fallegar Instagram-myndir og nýyrði, þá er þetta bara vinstristjórn. Hún er að eyða meir en hún aflar og hún þarf að kreista blóð og steini og atvinnulífinu og fjölskyldunum landinu sem eiga fyrir þessari eyðslu. Það er verið að setja alltaf meira og meira í millifærslukerfin og það er bara athyglisvert og ég er búin að senda inn núna fyrirspurn að spurjast fyrir sko hvernig þetta er í dag. Ég man eftir í samtökum atvinnulífsins, ég held að þetta hafi verið í kringum lífskjarasamningana. Þá tókum við saman í rauninni hverjir borga. Það kemur alltaf þessu orðræða. Já, þetta er ekki þið, sko, þetta eru bara hæstu tekjutíðunar sem er náttúrulega bara vinnandi fólk. Þetta eru bara sjómenn og vaktavinnu fólk, þetta er fólk í álverunum, þetta er fólk út allt sem er í þessum tekjutíðundum. Herðu, kom það í ljós að 2 hæstu tekjutíðunar þær borga 70 með tilliti til vaxtabóta og barnabóta borga 70% af greiddum tekjuskatti á Íslandi. 5 lægstu tekjutíðunnar sem svona helmingur framteljenda borga innan við 1% af tekjuskattinum á Íslandi. Og 3 lægstu tekjutíðunnar fá meira heldur en að borga í skatt. Þannig að þegar þú ætlar að taka af einhverjum þá ert að fara í hæstu tekjutíðunnar sem er bara venjulegt vinnandi fólk. Og þú veist, en þetta er alltaf sett í þennan orðskrúða og þetta er nú bara, og þegar þú hlustar á Daða þá bara þetta er hug, þetta er bara einhverju kaupallaforstjórar. Nei, þetta er bara þú mögulega sko. Já. Sem bara gengur vaktir einhvers staðar að vinna mikið. Eins og var gert í tíð Jóhannastjórnarinnar þegar Steingrímur J og Jóhanna hækkuðu tekjuskattinn, þá lækkaði hann bara millitekjur. Hækkaði bara millitekjur, segi ég. Það er hópur sem er að borga skattana. Því að sjáum það hérna á skjánum áðan, sko, þessir 11 milljarðar í viðbótar gjöld á ári, þetta er sko 100 skall á fjölskyldu. Ég veit. Þetta er hérna, þetta eru alvöru tölur sem á skattpína akstur og ökumenn og svo máttu ekki nýta persónuafsláttinn. Nei, svo býtur það nú höfuð á skömminni. Þannig að þetta er alltaf sömu bókinu að lært og síðan eru menn að horfa til þess að tvíka í virðisauka uppgjöri til þess að til að gera það mótdragara fyrirtækjum og þarfum til göttunum þannig að þetta er allt í sömu áttina. Já. Ég væri mjög hrifinn af þjóðbraut. Það væri spennandi. Já, ég hugsaði svona með mér kom bara með eitthvað innviðafélag ríkisins. Þú varst nýbúin að hlusta okkur þjóðmála þátt? Já, ég er bara alltaf undir sterkum áhrifum þjóðmála, þannig að ég ákvaði, sko, mér langaði, en ég hugsaði að það er kannski of mikil sérviska, mér langaði í rauninni að kalla þetta samgöngu félagið, sko, með FJE. Eins og kampænsfélagið? Já, eins og kampænsfélagið, en ég let það nú eiga sig, en mér fannst að það þyrfti að vera nafn á félaginu, það er svona staðin fyrir að kalla þetta bara innviðafélag ríkisins. Svo getur fengið vini okkar í IT House of Brands til að búa til merch fyrir þá, alls konar vörur. Já. Erum við þjóðmál hvort þið er. Herðu, ferði yfir brúð og borgar hérna gjald og svo viltu fá könnu með. Já, það fara svona að bolla með. Hvernig hefur gengið að selja merch fyrir betri samgöngur og HF? Ætli betri samgöngur sem er svona bolla, svona flotta bolla. Ég er efins að það sé svona þéttur stuðningsmannahópur, sko. Ég man bara fyrst í minnist á IT House of Brands að ég fór og sótti Gjöfunarfirði, kampaðisverðið. Og þá sögum við það er hægt að framleiða þau. Þannig að það sem er til núna, það er til sölu og það er til. Ég met þetta enn meira núna en ég uppáði þáttar. Þannig að þetta þyrfti að vera bara númerað helst. Ég gleymdi að segja það, ég fekk svona í jólagjöf frá bróðum mínum. Hún fannst þetta að ég ætti að eiga svona
Ég Það hafði- ætti alltaf að vera hverju heimili. Já, ég hafði aldrei prófað þetta. Svo vorum við með svona, við erum alltaf með árlega milli hátíðana, vinnahópur, svona villibráðapartí, svona gæs og reyndir og svona það sem við höfum verið að skjóta þarna fyrir austan. Já, ég ætla nú kannski ekki að eigna mér mikið af því sem vinir mínir hafa verið að skjóta fyrir austan. Þú vissir að við ferum Já, ég ákveða að fara hér í bara ákveðna leiðréttingu áður en hún kæmi en hérna, þá ákveði ég nú að víja þessa sveðju og ég stend þarna og stend þarna úti nema 2 vinir mínir, þeir standa við hliðina á mér og þetta var algjörlega ómeðvitað, þeir settu báður upp öryggisglerugu og þetta er mynd á okkur sem ég agalega ánægður og tókst í fyrstu tilraun. Þannig að ég skal sýna þér hvernig á að gera þetta eftir. Sko, þetta verður bara notað á eftir. Já, Absolutt. bara flott. Absolutt. Svona rétt í lokin. Við erum okkar í Arctic Trucks Polar. Þeir eru að bjóða upp á jeppaferðir á Suðurskautið og ég hef beðið gesti þáttarins um að vera duglega að finna einhvern til að fara með sér ef við gefum okkur það að við séum að fara þangað eða þið. Jenny, þú er að byrja. Þannig að ég bað ykkur um að finna sko einhvern úr stjórnarmeirihlutanum til að taka með ykkur. Já, það með að þá vera stjórna þingmenn líka, er það ekki? Jú, það er bara... Já, sko þetta er alveg típisku Beggi. Nú heyrir þú það, nú er hann að hugsa og þá segir hann, nei þú byrjar. Já. Þetta er eina verkefni sem við fekkum. Það er eina verkefni sem við fekkum. Við þekkjum okkar mann þannig. Herðu, og ég skal bara, eins og svo ofta áður, alveg síðan að við kynntumst 1990 eitthvað, þá skal ég bara grípa þennan bolta. Ég held að ég myndi taka með mér Sigurð Helga Pálmarsson og Ingvar Þóroddsson. Já. Við reisn og flokki fólksins. Þetta eru góður og skemmtlegir menn. Já, myndirðu ok, það er bara... Ég er náttúrulega búin að þekkja Ingvar síðan hann var 12 ára og mamma og pappi eru vinnafólk okkar og hann er bara alveg afbrás góður drengur og Sigurður Helgi er með söfnunar áráttu eins og ég, þannig að við getum mikið talað Hvað ætlar að safna ís á Suðurpólnum? Nei. Sko, þú ert náttúrulega þarna út í auðninni og þú verður nú geta haft eitthvað að tala um. Já, það er bara að sitja í þögn. Ég elska þögnina. En á ég að taka við? Já, ef þú er komið með eitthvað. Já. Annars bara slaufa ég þessu þætti. Ég, að því að þetta er nú svona, þetta eru þetta afbragðsgóðir bílar og frábær vinna sem Arctic Trucks vinnur á þeim bílum sem að þeir taki gegn. En ég ætla að vera svona praktískur, sko. Ég held að það geti, ef að verða vandræði, þá held ég að svona lögreglunám geti gagnast. Þannig að ég myndi alltaf aðeins að halda, það er svona púlía það sem að þetta eru bara stjórnarliðar, þá er það Grímur og Víðir. Ég er ekki búin að gera upp við mig hvort ég tæki með. Þú ert sem sagt að segja að þú treystir ekki Arctic Truck og þess vegna ætlar þú að taka með einhverja viðbragðsaðila. Nei, ég var nú bara meira að hugsa bara ísbjarnar árásið eitthvað svoleiðis. Já, á Suðurskautinu. Já, nei, það er rétt. Það er list. Já, ok. Þar fór það. Þar fór það. Já, þá ætla ég að taka með Hefði ekki hægt að leiða þetta. Við hefum átt að láta þetta standa, Gísli. Þarna sjáðu þið Ísbjarnar árás á Suðurskautinu. Þetta var að vera til frábær klippa, sko. Þá ætla ég að taka Jóngnar með til að við erum alltaf saman í bíl, þannig að þú velur þá... Erum við saman í bíl? Nei, sko, þetta er svona, við erum að fara á hópurinn. Eru svona, ég er ekki sem að ég nenni með Jenn á Suðurpólnum. Hann er bara að fara að tala um einhver frímerki. En með fullri viðingu fyrir frímerkasöfnunum sem eru afbragðs menn upp til hópa og konur. En þá myndi ég kippa Jóningnar með til þess að vera með stand-up og pubquiz. Af því að besti þingmaðurinn þegar kemur að pubquizum er Sigmundur Davíð. Það er ekki einu svona keppni. Þannig að ég hugsa að Jóngnar kemur með og út því að þetta er Arctic Trucks og það mun ekkert klikka þá myndi ég nú sennilega taka með að ég taki ekki bara dómsmálaráðherra með til að kveða upp úr ósætt í bílnum. Þetta verður mikill fjöldi og ég og Jenny munum rífast hvori meiri hægri maður og þetta allt saman. Þannig að það þarf, ég held að þetta séu Obba og Gnar. Já, þetta er góður hópur. Já, ég hugsa það getur, og því Obba hún er alveg skemmtileg þó hún sé rangstæði fullt af málum, sko. Já, hún er það. Og ég held að sko, með svo mörg mála sko, þetta er ábygglega mjög erfitt fyrir oft á tíðum svona, hvað maður segja, miskusti svona frjálslindari arm viðreisnar að horfa upp á mörg að þessum málum sem verður að leggja fram eins og hún undanfarna daga. Já. Ég er svo Obba er líka fein að komast í burtu því að hún ekki þorir hún að mæta til Stefánsson í spörsmál, þannig að hún Þú er eitthvað af þessu fólki að mæta til Stefánsson? Nei, reyndar ekki, sko, þannig að hún er bara fein að komast á Suðurpólinn og geta afsakað sig þannig. Já. Það er En ef við færum á Suðurpólinn þá þyrftum við að taka með okkur harfisk. Að sjálfsög. Já,
frá gullfiski, svona bitafisk. Þetta er frábæra vara. Algjörlega geggjuð. Þið þurfa á þessu að halda, það er að koma vetur og haustleðina byrjar að mæta. Nú var ég að koma úr tékki hjá Greenfit Já, og þar var ég upplýstur það að þó að eitt og annað sé í góðu lagi hjá mér þá þurfi ég að aðeins að skera mig niður. já. Þannig að ég held að Þú velur orðið vandlega. Ísubiti hjá gullfiski, hann Það er slip. ég er að fara í slip. Já. Að, Það ekki bara að ringi Gilsaran og fara í fjárþjálfun og hann er með frábært prógram. Hver veit? Hann tekur vel utan um- Fjarþjálfun. Ég þarf að vera með einhvern sem öskrar á mig, sko, ef ég ætla að fá mér. Þetta er ástæðan fyrir því ég vil hafa dómsmálaráðherra með í bílnum. Já. Það þarf stundum að öskra á þennan mann. Ég er að tala sko að ég var í engaþjálfun, sko. Já. Já. Ég þor ekki þá sögu. Já. Ég fór einu sinni í engaþjálfun. Það endaði ekki vel. Ef og enda þáttunum þeirri sögu. Ég ætla að komast í gegnum þetta 50 sammæli á þess að valda mér sjálfum tjómi. Já, ok. Já. En ég er ánægð með hvað mikil vakning í bara almennt í varandi harðfiskin. Já. Þetta er alveg, ég er náttúrulega bara alinn upp á að borða mikinn harðfisk. Bróðurinn ömmu átti harðfiskverkun, harðfiskurinn Sporður sem var svona bitafiskur. Þannig að hann búin að selja hann núna en þetta er allra meina bót. Já. Þetta er krakkarnir hámið í sig heima líka, það er allt íþróttakrakkar og bara harðfiskur með smjöri, það er ekkert betra. Prótín og fita, þetta er bara það hotlastur sem hún borðar. Hvað er betur en smjör? Já, nokkulega. Meira smjör? Já. Og kannski rjómi. Já. Þetta eru bara frábær lokaorð í þessum frábæra þætti Hlaðvarpið þjóðmála. Smjör og rjómi. Nú ætlum ég að fara heim og blása í blöðrur. Já, undirbúa afmæli. Undirbúa afmæli og þetta verður vonandi bara gott gig. Við fáum okkur smá veitinga frá kjötkamarinu í lokin og ég bara þakka fyrir komuna. Takk fyrir okkur, gaman. Takk ykkur sem hlustuðu og ykkur sem horfðuð. Góða helgi.